Já, velkomin að Rauðaborðinu á Laugardalsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern í heimsókn og maður kynnast viðkomandi og spegla okkur svolítið í honum. Og nú hingað kominn Þorleifur Örn Arnarsson, leikstjóri. Vertu velkomin. Góðan daginn. Gaman að fá þig. Já, gaman að koma. Já. Herðu, það er svona smá tilefni þessu. Það var Tristan og Ísold í Bayreuth. Það er ekki svona, það er svona svolítið toppur að vera þar. Var þetta ekki fyrsta sýningin? Jú, það er undarleg upplifun, sko. Ég hefði ekki alveg áttum á þessu, en sem sagt, þetta var eina frumsýning hátíðarinnar. Já, eitt svona sýningar sem hafði verið settur í báðir. Já, og ég mun sem sýningin mun núna ganga í 5 ár. Ég fæ í rauninni mánuð í viðbóta æfingatíma á hverju ári. Þannig maður auðvitað bara eða koma nýja söngvarar. Stundum gæti gerst, sko, en þetta kemur úr gamalli hugmynd sem að Wolfgang Wagner var með sem hét sko verkstæðið í Bayreuth, að í rauninni ætti að vinna sýningar samfellt áfram. Og og maður getur gert allt frá smávægilegum upp í stórvægilega breytingar fyrir eftir bara hversu hvernig sko. Þú lýsir þess eins og sett hissa eins og það ekki þetta núna fyrst að fatta þetta að þú að mæta til Bayreuth mánuð ári næstu 5 árin. Já, það var alveg þannig, sko. Ég vissi að hún sýnd, sko, næstu 5 árin, en ég hélt þetta væri svona urban myth. Ég hélt þetta væri eitthvað sem að væri svona talað en síðan fengjur ekkert raunverulegt tækifæri til þess, sko. Og síðan en það sem ég hefði eiginlega en síður áttum á náttúrulega, sko, þegar það er jafn stórt festival, ég með það vinna þarna 900 manns og það er bara ein frumsýning. Hvað verður, sko, mikill svona fókus, leikustjóri hefur ekkert annað að gera allt árið en að skipta sér á að vera stressið yfir næstu sýningu, enda alltaf svolítið stendur og fellur hennar svona repetition með þessu einu sýningu. Varstu varfið hana á tímanu sem var verið að setja hana upp? Já. Sko, hún er svona típa sem að þarf eiginlega að sko það er væntanlega ekki til svo manneskja sem þekki Wagner betur og hún þetta hlæra því, sko, hún sagði sumir koma til að hitta mig og vilja aðalega tala við blóðið í mér, sko. Hún er náttúrulega af Wagner-rættinni en hún er vakin og sofin yfir þessu og síðan sem ég hef svolítið gaman af að, sko, mér brá fyrst að ég var að kynna konseptið og ég var ekki komið, sko, 4 setningar enn þegar hún sagði bara, nei, það gengur ekki. Ég bara, hvert er ég komið, hvað er að gerast þetta? Og síðan svona hægt að ég fór að kynnast henni, þá, sko, hún er svona, það eru engir filterar, en hún er alltaf, hún meinar algjörlega það sem hún segir. Þannig að þú ert aldrei í... En þegar hún segir að það gengur ekki, því það þá að þú bara verður að finna eitthvað... Já, með einhverja hugmyndir, ég vildi einhverja nærmyndir og ég vildi gera eitthvað og hún sagði bara, nei, þetta koncept þetta er analóg. Þetta er analóg koncept. Ég bara, ok. Og þá þurftum maður bara að taka þá diskussjón, skilur við. Það sem að framfer á sviðinu. Enga tekni stæla þar, en þetta er náttúrulega sendt út svo. Já, síðan var þetta náttúrulega sendt út í beinni útsendingu og og maður getur sótt það, sko, ég fór og sótt þetta. Já, það? Já. Var það á þetta eitthvað viku seinna. Já, ok. Tók mér langt hlé á milli annars og 3. hlutar. Já, ok, það er nú... Það sem fólki sem satt í sannum og... Já, og það er náttúrulega, sko, að þeir breyta... Þetta er ekki svo langt, reyndar. Þetta er ekki svo langt. Nei. 4 tímar eða ekki? Jú, svona 4 tímar flutningi. Svona... En það sem svona eins og sæmileg svona ofurhetjumynd frá Hollywood í dag. Það eru orðnar helvíti langar. Já, oflangar, sko. En eða aðalega bara oflýlegar. En það sem sko, og í Bayreuth, sko, það hefur engum mátt breyta. Wagner byggði bara og vildi hafa allt eins og hann vildi hafa það og það er margt að þessi ótrúlega innovatíft, sko, að hann byggir, sko, hljómsveitagrifjuna undir sviðið
sem veldur því að það einhver besti hljómburður en hann snýrist allt að þetta ekki sko birta úr hljómsveitargryfjunni að trufla sviðið en það sem gerist það að hljóðið það ferðast sem sagt sko ég held að bassalekararnir sitja undir miðju sviðinu þegar hún gengur undir sviðið þannig að hljóðið ferðast svona eins og upp rampa og síðan sko við sviðsbrúnna svona kveld kvolt, hvað segir maður þegar þetta svona eins og hvelfing þannig að hljóðið ferðast inn á sviðið fer í bakvegginn og tekur söngin með sér út nema það sem að sko söngvarinn það er hljómsveitargryfjan eru bara opin aftur nei, hún er opin sko fram en að því að hún er í rauninni í skakka niður þá ferðast hljóðið ekki sko beint upp eins og flestum óperahúsum og það sem að ljósin úr hljómsveitargryfjunni lýsa upp allt sviðið og söngvarinn er að hvað maður að segja, syngur ofan á þann hljóm hér þá ferðast hljómurinn ekki beint upp út í sal heldur fyrst inn á svið nema það sem gerist það að söngvarinn hann verður að vera sko svona 1/3 úr sekúndu á eftir slægi hljómsveitarstjórans því að það er tíma mismunur. Það er að vera svo krúner sem að þeir hanga oft svona aftarlega í laglínunni. Já. Þetta var magna sko, ég var að tala við söngvar, hann sagði sko þetta er svolítið svona skilur á milli feiks og ófeiks í þessu húsi. Hvort maður náði þessu? Hvort þú fattar þetta? Að þegar hann sagði henni þú þarft að bíða þú heyrir tónlistina, þá þú getur sungið hana. Að þú heyrir hann á leiðinni inn og þá getur hann fara að syngja hana til að taka hana með þér út sko. Þetta er alveg magnað sko. Og þetta er sérstakur staður og náttúrulega svona sérstak hjörð óperuheimurinn er svona eitt og Wagner innan hans er bara sér deild ég meina ég fór á Wagner-óperu eins og í Danmörku og þá tökum maður bátinn yfir og það var sko það var ævintýrlegt að sjá bara sko klæðnaðinn og maður sá alveg en þetta er bara allt önnur hjörð heldur en að er á síðustu óperu sko það voru leðurstígvélin voru hærri og svona meiri sérviska í klæðaburði og Já, það er alveg það er nú ansið mikið af svona sko, þetta er náttúrulega það er máli velta fyrir sér, mér að sko Wagner sjálfur er gríðarlega áhugaverð persóna og hann skrifar náttúrulega þessa frægu grein sem sagt antisemitísku grein sem að sem að er henni beint að síst sko Meyerbeer sem er hann svona hvað var að segja, sem er hans sko sem er gatekeeperinn þegar hann er að koma og hann upplifir sjálfan sig sko þú veist að hann er alltaf hlegin út af sviðinu aftur og þykir ekki kunni eitt eða neitt og það er svona ansi mikil biturð í þessum texta og menn hafa alltaf diskutert gegn tíðina sko, er þetta þú veist, er hann að þetta er náttúrulega þannig miðja 19. öldina þar sem að antisemitismi var náttúrulega hafði fyrsta leiðin allt annað samhengi en það hefur eftir seinni heimsstyrjöld en er líka svolítið svona fashionable þú ætlar að setja þig í þá kategóríu og svona hvort þetta hafi verið svona meira persónulegt heldur en hitt ungu listamaður að ryðja sér braut yfir einhverja hindranir Já. Hann var náttúrulega kemur svolítið sérstakur stað inn í tónlistina sko, hann er ekki alveg Nei, ég meina hann stendur svona samkvæmt með búkarinn á barrikádunum í Dresden og er að flótta meira minna alla ævi er lengi náttúrulega handtökuskipun á hann í Þýskalandi og hann er í Sviss og og það er síðan ekki fyrir hann er svona búinn að hasla sér völl þegar hann kemur og kemst undir vendavæng Ludvig annars brjálaða keisara Bayreuth nei ekki Bayreuth heldur Bæjarlands og fær frið til að semja Já, hann þá er reyndar orðin tiltölulega establisheraður hann er svona mikill sko svona patrón og það er hann sem byggir og borgar þessa eða stórum hluta Wagner var reyndar alltaf stórskuldugur og upphæðlega hugmyndin hans sko var að hann vildi byggja óperuhúsið sem átti reyndar upplega verið Vín og semja hringinn síðan átti að flytja hringinn einu sinni og eftir þátti að brenna bæði nóturnar og húsið og þetta
sem hefði verið svolítið smart. Já, sko, þú veist að þarna getur þú sagt, sko, þetta gæti verið mjög smart eða þetta náttúrulega, sko, úr svona algjör forréttindablinda. En hugmyndir einhver síður, það er að tala þetta svona, sko, gesamt kunstverk sem og annars vegar þá hann að setja saman öll listformin, hann er að setja saman myndlistina og reitlistina og tónlistina og skrifa náttúrulega textana sína sjálfur sem var nú frekar óalgengt þessum tíma. En hitt var að sko hugmynd hans, þetta er svona upp úr innbyltingunni og hann kemur úr þessum ofboðslega umrótustíma 1848 í Dresden og þetta er náttúrulega tími sem er ofboðslegt rót í Evrópu og hugmyndir hans var í rauninni þegar sko innbyltingin, þegar að vélarnar taka við af manninum sem vinnuaflið, þá losnar hjá manninum til að sinna sinni grunnskyldu sem er sko listaverkið samfélag. Og hugmyndin með að brenna þetta, það átti í rauninni, þetta átti að vera svona svo katalysator. Þetta átti að vera svona svo byrjun á flóðbylgju sem myndi sko leið út í samfélagið og leiða til byltingar. Það var svona grunnhugmyndin. En ekki skráð eða ekki tekin upp, heldur bara sem minning. Bara sem minning, já. Sem er náttúrulega sem við eigum ekki lengur möguleikan á, við getum ekki munað neitt lengur. Nei. Við getum ekki munað einhverja stórkostlega viðburði af því að við erum bara alltaf með að skráða sko. Við fyrir bara að sækja þá. Já, allan hafa ekki gert ráð fyrir að allir skrásettar samtímans enda var... það hefði ekki verið tekið upp sko. Nei, það hefði ekki verið hægt sko. Og en þetta er svona, sko, það sem hefur alltaf hillað mig við Wagner, sko, er að sko fyrstulega er þetta náttúrulega svona gríðaleg trú á kraftlistarinnar og maður velti fyrir sig hversu mikið af því kemur líka úr sko vægi listarinnar í samfélagi þessa tíma þú getur ekki haft svona trú algjörlega án samfélagslega samhengisins sem gerir hana mögulega þannig í rauninni þú veist að hann er í sko bréfaskriftum við alla helstu sko heimspekinga þessa tíma og hann er alveg svona miðjun á þessum sko svona, hvað maður að segja svona sko samfélagslegu debatum og í miklu deglutíma þar sem að sko veröld er að hrynja og önnur að rísa og Guð að deyja svo sem, það er líka það. Það var verið það sem að Nietzsche sem var mikill svona aðdándans snýr síðan við hann bakinu í rauninni í lokinu þegar hann er komin frekar yfir til Schopenhauer og það sem það geta verið tímar þar sem að þú kannast við þetta, það er sagt að eina sem að þetta finna eitthvað vit í þessu er annarkvort trú eða list. Þetta er þannig tími sko, þannig að það var trúin á það að listin geti fært okkur, við þurfum að endurskapa bara hugmyndinu hver við erum og til hvers við erum og það er listin tækið til þess. Og þar held ég að hann hafi rétt fyrir sér og mér finnst það sko, og þessna heilla mig líka svolítið þessi svona sértrúar söfnaðar hugmynd í kringum Wagner að því að hún er ekki bara að telja tóna, hún er svona einhver trú á mikilvægi og síðan verður þetta sko hann sjálfur er svo mótsagnakendur en sko en arfleifð hans er það líka að sko það er sko það einhver beri þetta mikla trú á umbreytingakraft listarinnar er líka sjálfsins sko, hann lítur á sjálfa sig sem en hann er eiginlega spámaður sko. Þar verður þetta svo mótsagnakent sko, skrefi fyrir ofan spámann sko. Já, menn hann mörguleiti skapar sko ný trúabrögð en setur sjálfan sig sem miðbúndir eins og oft veit verða og ég meina hann brendi hvorki nóturnar nýja húsið og annars vegar, hann hefði ekki getað borgað fyrir það en hitt er sko að hann fellur í rauninni í gildru þess sem hann er að berjast gegn að verða elítan sem hann sko er að berjast gegn og þetta er það sem Jan Kott skrifaði ofboðslega áhugaverða bók Shakespeare sem hann talar blóðvélina og talar í rauninni að sem sagt öll kongadraumun þá situr blóðugur kongur á hásætinu og einhver staðar
langt út í myrkrinu situr einhver sakleysingi sem hefur tilkall og síðan byrjar sakleysingin að berjast gegn konginum og safnar í kringum sig liði og á leiðin í hásætið drepur hann og útrýmir og skemmir og brýtur og bramlar og endar með sitandi á hásætinu, blóðugur konungur og einhver staðar í myrkrinu situr næsti sakleysingi og svona heldur í rauninni valda vélin, þannig að þú veist í rauninni til þess að komast þangað sem þig dreymir eða finnst þú hafa tilkall til eða hefur hugsjónir til, verðuru óvinnur þinn sko. Og Wagner óbærslega skýrt dæmi nákvæmlega þetta, að maður sér þetta eins og sko, hvort sem þú skoðar Parsifal eða hvort þú skoðar Hringinn, þú veist, hann sér sjálfan sig og maður les það svo skýrt að hann sjálfur sem sagt hann Wotan sem að byggir gullríkið en situr síðan á því með líkum og prettum og ofbeldi að viðhalda því sama með Parsifal hugmyndin um endurlausnina að koma einhverju utan sem geti umbreytt öllu og fellur í rauninni lokum fyrir blekkingu kerfisi sem hann að berjast gegn sko. Það ekki, niðurstaðan ekki svo að við eigum að hætta því, heldur eigum við að halda því áfram því að láta gamla blóð og kongi sitta áfram að það ekki skárri kostur. Nei. Þetta bara hringekjan sem við erum föst í. Já, eða kannski líka bara liggur í eðli valdsins sjálfs að sko spillingarafl valdsins hrífur þig með á leiðin að valdinu sama hvort þú ætlar þér að upphæfi eða ekki sko, þar liggur blindan sko. Það á við ríki og það á við leikhús og það á við alls það sem að maður getur reykt sér á einhverjum haug. Já, ég meina á það ekki bara við sem sagt, þú veist þá við sambandi, þá við merklisfélögin, þá við stjórnmálaflokkana, þá við ríkin, þá við ég veit ekki húsilög en svona alls, marga söfnuði það verið einhverjir prestar sem hafa drottnað yfir einhverjum söfnuðum hérna. Það áheld ekki sem bara við allstar þar sem þú þarft í rauninni að bæði beita valdi og að safna sko fólk í kringum þínu hugmyndafræði yfir ákveðin langan tíma og mér finnst Wagner verða svo að því þetta skoðan sem í rauninni fyrirbæri sem að maður skoða þetta út svona fyrirbærafræðinni sko, hann er fyrirbæri sem lokið við höfum alla sögunans, við höfum við höfum endan, við höfum verkin við höfum það sem hann hefur skrifað og maður getur í rauninni séð svo skýrt hvernig hann í rauninni verður það sem hann að berjast í gegnum tíðina og síðan í rauninni tekur við annar hringur með uppgang nasismans þar sem að þeir að mörguleiti menningarnám þeir sjá í honum með leit hans inn í myþológíuna sem að Þjóðverjar búa ekki við þeir eiga ekki sinna eigin myþológíu enda ríki sem búið til miðja 19. öld sjá þar möguleika að segja nei, sagan okkar nær miklu lengur sjáðu þið Wagner að því að Wagner leitaði aftur í og hann var aðalega að skrifa upp úr íslenskum eða enskum svona mytológiskum sögum Tristan og Ísold er bresk segja ensk saga sem að En aðeins áður við förum í meira með Wagner, við ætlum að tala leiðin til valds og valdspillir og allt það. Já. Þá náttúrulega eru til svona einhverja varnir, þetta spillingavarnir, að reyna að draga úr því, að takmarkaða hvað fólk getur setið lengi og þú veist að reyna að tryggja það að lýðræðið haldi áfram, að grasrótin haldi áfram völd og að forystan ná ekki að soga til sín allar ákvarðanir fjármálinn og eitthvað fleira eins og við erum kannski með í íslensku flokkunum sem orðið þannig. Þannig það til svona ýmsar spillingavarnir. Wagner naut þeirra ekki, það var eiginlega enginn í kringum sem sagði nei, er það nokkuð Wagner? Það var eiginlega engin, það var engar hemlur. Það voru aðalega bara skuld það var aðalega þeim sem skuldaði peninga sem að það var eftir og Ludvig sko sem að sem drukknaði reyndar í mjög grunnu vatni hann Ludvig fór að veiða eitt morguninn og sneri ekki aftur
en það var búin að eyða of miklu í kastala og listir. Já, þú veist það tengist þarna leikustjóranum sem að þú byrjar að segja frá, sem að sagði nei við þig. Já, ég meina hún náttúrulega það var ekki sem sagði nei við Wagner. Nei, sko enda það ekki kannski skýrasta myndin af hnignun þegar að þú ert búin að skapa þér rými sem þú ert búin að smíða svo skýra veggi í kringum þína heimsmynd að enginn hefur lengur aðgang að hinu andstæða þar sem að þú sér þetta sér þetta í norrænu goðafræðinni, þú sér þetta í rauninni í öllum kerfum að þegar að hnignun virðist vera að byrja, og sér þetta alltaf mjög skýrt í Bandaríkjunum í dag, þá fer að snúast að verja það sem er búið að safna og þá eru búinu til hinir, sko. Það þarf að skilgreina einhverja aðra sem ógn við þetta til þess að dreifa athyglinni frá því hvað er í rauninni hvað er brotakent innan kerfisins. Ég orði þetta svona hérna við rauðaborðið að þeir sem söfnuðu auð á tímum nýfrjálshyggjunnar munu verja það með fasisma. Já, ég meina, er það ekki bara það sem er að gerast? Það er ekki bara hansi það sem er okkar þráður, sko, þessi missirinn og árin í okkar heimsluta. Já, ég meina, við erum, þú veist, maður er svona aðeins búin að kynna sér ris og fall heimsvelda gegnum söguna, þá er ekki erfitt að sjá að við erum á hnignunarskeiði í dag. Og og ég veit það ekki, sko, mér finnst það rauninni liggja í eðli allra kerfa að þegar að eitthvað kerfi er að reiðja sér rúms, þá er hugmyndafræði, þá er verið að berjast gegn óréttlæti, þá er verið að stilla upp heimsmynd sem á að taka við af þeirri heimsmynd sem fyrir er. Síðan kemst þessi heimsmynd að og á ákveðin líftíma þar sem að í rauninni kraftur þessarar hugmyndafræði, krafturinn sem liggur í uppbyggingunni, áræðið, umbreytingarviljinn er til staðar. Og síðan, þú veist, þegar að álíður, þá fara hagsmunirnir inn í þessu kerfi, annars vera að snúast að sko viðhalda kerfinu. Og eins og við sjáum dæmis í pólitíkinni í dag, sama hvort við lítum Íslands eða hvort við lítum alþjóðlega, að sko helstu hagsmuna sko tengsl innan samfélagsins, pólitík og dæmis fjármálaöflin, eru orðin svo samdauna og það er svo mikið af víxlhagsmunum þarna á milli að þetta fer miklu frekar að snúast að viðhalda kerfinu og heimsmyndinu frekar en einhvers konar áræði, einhvers konar umbreytingu og þú fjarlægist meir í rauninni sko svona hugmyndafræðilegan grunn og skiptir út fyrir einhvers konar viðhald á kerfi. Einhvers svona sannleika sem er samkomulag að viðhalda. Kerfið hangir upp á sjálfu sér. Það er að hætta að vera svona ólíkir valdapóstar innan þess. Listin er hætt að vera gagnrýnin á stjórnkerfið og fjölmiðlarnir fjara út og stjórnmálin verða samdauna og mjög lík hvort öðru og smátt og er eins og við séum bara föst inn í einhverju sovjeti. Sem er bara ein hugmyndastefna sem ríkir og þótt að enginn hafi raunverulega trú á henni eða finnið eitthvað afl í henni, heldur bara viðhaldi henni svona af því að við höfum öll hag af því eða þeir sem að fara með valdið. Já, ég myndir að fara varlega með að nota sovjetið þarna, sko, því að þú veist, því er ekki framfyllt með, sko, þú veist náttúrulega annars var ekki með, þú veist, og þess vegna myndi ég nú segja að lýðræðistilraunin þótt hún sé ansi gölluð og það er ansi margt kannski sérstaklega eftir fall múrsins þar sem að í rauninni hvað maður að segja, samkeppnin endaði. Það var einhvers konar hugmyndafræðileg samkeppni og kapitalismin þurfti að sýna af sér svona bestu hliðar því að hinum megin var eitthvað sem að sko hagfræðilega gekk óbúslega illa og framfyllt með náttúrulega alveg gríðarlega ofbeldi sem hvort var í Austur-Þýskalandi eða í Sovétríkjunum að þá
var engu að síður í kjarnanum á kommunismanum einhvers konar mannúðarhugmynd sem að þótt hún hafi nú sjaldan verið praktíseruð að þá Það var markaðshugmyndin í dag sem eru ekki praktíseruð því að við búum við bara einokun og fágjöfni. Já, ég er að segja það, en meðan það var sko samkeppni að þá var, þú þarft ekkert annað en að skoða, vorum að tala um Thomas Piketty áðan, sko, þarft ekkert annað en að skoða í rauninni tölur misskiptingu auðs sem að eftir fall múrsins svona hefur rauninni verið bara í kurvu sem liggur eiginlega þrábeindu upp og við erum komin yfir þröskuldin í dag sem var í Evrópu fyrir heimsstyrjöld og það segir... Við erum að detta aftur í lénsveldin. Já, ég meina, þú veist, það endar þá. Ég meina, Thomas Piketty sem þetta er stórmerkileg bók, Capital and the 21st Century, og sem tekur hann í loka kaplanum, þar segir hann, þú veist, hér ætla ég að fara yfir í pólitík, fram að því þetta runni bara mjög þurr og mjög svona skýr, þú veist, hann bara að bera saman skatta yfirlit aftur, hann fann í Fraklandi aftur til 18. aldar og analýsan út af fyrir sig bara mjög skýr. Hún segir náttúrulega að rentan af fjármagni er fjórföld á við rentuna af launum, sem þýðir í rauninni að þú skoðar það í tímakvarða, þá getur ekki enda annars þar en í plútokrasju að peningar erfast, fjármálaöflin eru á 4 sinnum meiri hvað var að segja rentu af sínu fjármagni heldur en af rentu hins vinnandi manns. Þau styrkjast miklu meira heldur en aðrir þættir samfélagsins og hlutfallslega bara miklu meira og ná endanum völdum og ríkisvaldi byrjar að þjóna auðvaldinu en ekki almenningi og þá getur komin í svona ólíkarkisma sem að einhvern veginn var talað í Rússlandi en ég held að fólk byrja bara að tala að ríkir á Vesturlöndum í dag og já, þá ertu aftur komin í eitthvað svona lénsveldi. Já, það er náttúrulega bara spurning hvort að varnirnar sem eru þó byggðar inn í hið lýðræðislega kerfi haldi. Það er engin veginn að benda á að svo sé ekki. Þú sér hnígnun fjölmiðla sem voru svona ákveðið tæki. Já. Þú sér hnígnun stjórnmálaflokkana. Þú sér bara hnígnun stjórnmála vettvangsins. Þú sér bara hnígnun hugmynda almennings það hvort þú hafi eitthvað með að gera hvernig samfélagið er. Já, það er þessi gríðarlegi traustsvandi. Sko, sem náttúrulega ég því ég er nú kannski ég upplifa mörguleiti ég sé inn í 2 samfélögum samtímis og þá íslenskri og þýskri og og í Þýskalandi ríkir þessar myndir alveg gríðarlegur ótti að í rauninni sko svona hægri öfgaöfl séu að reiða sér sem í rauninni þau eru svona farin að nálgast tölurnar sem að nasjónalsósíalistar fengu á sínu tíma og þau eru ekki alveg ennþá farin að þora svona beint út að segja sko að þau ætli sér að leggja niður lýðræði eins og var nú bara á auglýsingabæklingum nasista á sínu tíma að þetta er að helsta bardagamál, að það gleymist oft að þetta helsta bardagamál var að leggja niður lýðræði af því að upplifun fólks eftir Weimar-lýðveldið var að þetta væri ónýtt kerfi og nú hefur sko lýðræðisskipanin engu að síður sko haldið dampi síðan seinni heimsstyrjaldarinnar og við erum þóttu sem að horfa á í rauninni uppgang einræðis víða í heiminum. En einræðis og líka auðræðis. Það ég æfast enginn það að auðstéttin á bandarísk stjórnmál. Nei, og þetta eru bara meira og minna einhverjur sviðsendingar sem okkur er boðið upp á svona þykjustuðlýðræði. Það er svona möguleikinn á einhverju opinni umræðu í Bandaríkjunum hefur náttúrulega aldrei verið sterk sko. Það var náttúrulega þeirra ofsóttu sko sósíalista og það var bara ríkisstefnan og þeir brutu kerfisbuti niður verkalýðshreyfingu og annað slíkt en svona undanfari þá er bara svo geta til gagnrýni sem kom frá háskólasamfélaginu eða fjölmiðlum er eiginlega bara horfin sko. Þannig að þetta er eiginlega bara
allir eru sammála og þá náttúrulega fer samfélagi mjög hratt eins og hefur verið út að tala hérna auðsöfnun og misskiptingu auðs í Bandaríkjunum að það er ótrúlega hratt sem að það samfélag er að brotna niður. 20% af fólkinu lifir eiginlega bara á lífskjörum sem eru lík og bara í einhverju Afríkuríki. Já, og þetta var náttúrulega... Og hugmyndin það að samfélagið getur reist sig við er eiginlega að falla. Já, þess vegna náttúrulega, maður skynjar svo sterkt í Bandaríkjunum þessi ofboðslega, þessi ofboðslega þörf til að viðhalda annars þessi svona dýrkun á hernum og hins vegar þessi svona hugmynd we are the greatest, við erum hinn útvalda þjóð og ef maður kemur úr leikhúsinu þá veit maður að ef þú ætlar að sýna konung sem er ofboðslega valtur í sessi þá lætur hann alltaf vera að segja öllum hans í konungur. Ef hann er öruggur þá þarf hann aldrei að segja neitt og ég hef fætt þetta oft á sömu tilfinningum Bandaríkin og ég bjó í Montreal sem er einmitt svona skringileg sambland af amerískum og evróskum kúltúr og það var ekki beint flug þannig við ætlum að fara niður til Bandaríkjanna og ég man til dæmis að maður passaði sig að borða alltaf áður en maður kom að landamærunum og þegar maturinn að vera komin í landamærin var óætur og þú veist, það er svo margt í samfélagsmyndinni sem að er svo rosalega brotið og þetta eru 10 ár síðan, 10-12 ár síðan maður upplýði, þú veist, þetta er bara svona, þetta hangir saman á og kannski hangir þetta saman á einhvers konar mytológíu hverju þeir eru sem orðin fyrir eitthvað svona óskýr Já, líka bara síðan þegar ríkisvaldið er orðið þetta máttlust það er náttúrulega í Bandaríkjunum rosalega áhersla á svona volunteering og það er oft, maður upplifir svolítið svona mikið lýðræði í násamfélaginu þar eru ofboðslega og rosalega mikið af svona... Það kjósa lögguna og hitt og þetta? Já, er ekki bara það. Þetta er miklu frekar. Það eru bara, þú veist, það eru bara, þú veist, í local council og í skólanum. Virk þáttaka alveg. Já, virk þáttaka og rosalega mikið af virkri þáttöku líka, þú veist, til að mæta fátækt og þú veist en það er alltaf svona volunteer og þykir þetta ennþá alveg eðlilegt að láta svona 10% tekjusunum rakna til góðgerðarmála en ríkisvaldið sem slíkt sem einhvers konar garantör af einhverjum svona hvort það bara heilsu og skólagöngu og svona er rosalega veikburða og ef þú gerir þetta í nógu langan tíma og brýtur niður og þú talaður verkalýðsfélögin, þú brýtur niður allar þessar grunninningar og það er enda svolítið áhugavert að í svona think tanks sem er að vinna hjá demókrötum að þar er byrjuð aftur og svolítið umræða að það hefur verið mistök að styðja ekki verkalýðsfélögin en það er eiginlega út frá því að þau eru að þeir eru að skynja það að samfélagsmyndin er að brotna svo mikið í sundur þannig til að missa ekki fólki ekki bara frá sér heldur frá samfélagsþáttöku að það þurfi raunin að fá unionin aftur til þess að veita fólki einhvers konar útrás fyrir að hafa einhvers konar vald yfir eigin örlögum og þetta sem þú talaður áðan sem að ég held að sé mörgu leyti rétt sem er að upplifun að henni almenni kjósandi hafi eitthvað með það að segja hvað stefna sé tekin í grunninn ég held að og treysta stjórnmálunum sem einhvers konar vettvang umbreytingar. Já, það farið bara með almannahag sem ég held að fólk treysti ekki. Þau vilja vita bara að horfa á stjórnvöld og við getum gert það bara hérna á Íslandi. Við getum séð bara frumvörpin sem koma að verða lögum á þingi. Þetta er meira minna lög sem eru búin til að ósk fyrirtækjaeigenda eða fjármagnseigenda
og eftir þeirra kröfum og til þess að bæta þeirra hag. Það eru voðalega fá lög sem að eru sett á Alþingi sem að snúast að bæta almannahag. Þau bara eiginlega komast ekki í gegn, sko. En það engin vandi að búa til einhver lög fiskeldi eða vindmyllur eða eitthvað sem að einhverjir braskarar að biðja en ef það á að laga leigumarkaðin eða eitthvað þá bara strandar þetta eitthvað staðar vegna þess að almannahagur, hann bara einhvern veginn út í stjórnmálum og þá upplifur það ekki að ég græði ekkert á því. Já, eða mér finnst vera oft bara svona ákveðin það er ákveðin svona tengslaleysi sem birtist ekki síst í því að og maður sér þetta sem skýrt þessu núna með Seðlabankann að það er hagkerfið er orðin svona alfa og omega og flækjustig nútímans og flækjustig allar þessara tengsla er svo gríðarlega hátt að það er alveg rosalega erfitt að hvað maður að segja endurvekja einhvers konar réttindi sem annarkvæmt hafi verið tekin úr sambandi að það er galið á Íslandi sé ekki einhver almennileg löggjöf leigumarkaðinn. Ég meina í Þýskalandi og þar eru nú hreinlega mótmæli út af þessu, þar er samt bæði leigu þak og leigusali má ekki hækka nema ákveðið mikið og síðan voru sett inn einhverju svona loopholes og það er þar sem að menn hafa þá og stór félög sem að leigja út á svona kostnaðarverði félagslegt. Já, þeir náttúrulega seldu ríkið seldi flesta þessar íbúðir sem í Berlín núna þeir voru að kaupa aftur íbúðir sem þeir selt fyrir 10 árum á 5-földu verði til að reisa þetta aftur til að reisa aftur til að reyna að reisa aftur einhvers konar félagskerfi í þessu svona bylgju nýfrjálshyggjunnar eftir fall múrsins þá allt í einu þótti það rosalega hallærislegt að eiga 1000 íbúða og auðvitað voru náttúrulega fylgdi félagskerfunum líka ákveðin gettóisering þetta er auðvitað oft svona flókin vandamál að díla við en þessi hugmynd að innleysa fjármagn, þessi hugmynd dauða fjármagn og þurfa alltaf að leysa það inn til að vera einhvern veginn virkur þáttakandi hún náttúrulega olli í rauninni bara bæði miklu bara miklum húsnæði skorti og ekki síður í rauninni að verð hækkaði það mikið í þessum borgum eins og í München, í Hamburg, í Berlín að venjulegt fólk átti ekki lengur og það er náttúrulega ekki eins og Íslandi sem allir eru að kaupa þessar íbúðir heldur að leigja en venjulegt fólk átti ekki lengur farið að leigja og það er líka kostulega þessi ótti þetta er náttúrulega nota ótti við gettó það er svo svakalegt ef að fátækt fólk rotta sig saman í eitthvað hverfi og þá við viljum það ekki þannig það er ekki búið til húsnæði fyrir fátækafólkið þannig það er bara á vergangi eða þá að það er ofurselt einhverju okurleigu hér og þar og býr raunverulega við ennþá verra gettó heldur en á að og líka ef það væri þannig að fólk óttaðist gettó þá mændur reisa félagslegar íbúðir í Fossvoginum og 107 þar sem að betur setta fólki hefur rottað sig saman eða taka nokkrar hæðir af svörtu blokkunum niður á Skúlagötu til þess að hafa blandaðri byggð en það er ekki gert því að það er til lagi að ríka fólki rotti sig saman sem í mannkynssögunni þá er það náttúrulega miklu hættulegra heldur þegar fátækt fólk samlar sig saman Já, en þetta er náttúrulega bara einhver fyrirlitning á fátæku fólki þetta tala gettó og ég tala við fólk sem ólst upp í Fellahverfinu sem er svona næsta sem við komumst gettói það lýsir þessu í æsku sinni bara sem stórkostlugu hverfi Já, ég sem sagt ég held að þetta er alltaf spurning að infrastruktúrin sé í lagi þú veist það hafa hver tími tekst á við sínar erfiðleikar, sínar þrautir og ég meina í dag er þetta kannski helst að finna leiðir til sem sagt að veita innflytjendum einhver svona brautargengi inn í íslenskt samfélag, inn í íslenska tungu inn í skólakerfið og þar að leiðandi mögulega brjóta einhvers konar
einhvers konar samfélagsmynd sem að í rauninni viðheldur þú sért eða alltaf fyrir utan samfélagið sko. Og þú veist, en þessna ég er ekki alveg sammála að þetta sé svona svarthvítt því að sko ég upplifi að upplifi að það verið að ég finn fyrir raunverulegum vilja að reyna að takast á við þetta og sérstaklega kannski á sveitarstjórnarstiginu það sem ég upplifa að sé veist, það eru mjög mörg initiatíf í gangi sem verið að reyna og kannski maður getum sagt þau séu sko veikburða og vannburða en þetta líka svo mikill umbreytingatími að mér finnst ekkert skrítið að taki tíma að koma niður á réttu lausnirnar sko. Hins vegar kannski líka bara ríkisvaldið orðið svo hægt í svifum og einhverju kannski lokað af þessu svo löng leið frá kennarnum á gólfinu sem að segja bara, heyrðu, þetta alveg augljós sko þarf að gera þetta og þær hugmyndir fari gegnum allar nefndirnar og kostnaðarmatið og úrfærsluna og mæti síðan 4 árum setna útvötnuð í einhvers konar lagasetningu það tengist bara hvað búið að gera við valdið að skólafólki hefur lítið vald í svo sem í kennslustofunni og það saman við heilbrigðiskerfi og fleira því að hugmyndin einhvern veginn þannig að sá sem með budduna að hann náttúrulega sá sem á að ráða sko þannig að það fara einhverjar óskir og kröfur og svo vatnast þetta út og svo tekin einhver ákvörðun sko langt frá gólfinu þannig að og þetta á ekki bara við stofnanir ríkisins heldur líka bara fyrirtæki og eitthvað verða sem að sigla svona. Herðu, en ef að þú hefði verið að setja upp hringinn sem að þú kannski myndi gera ekkert um í Bærut. Það ég veit ekki með Bærut, það sko en einhvers staðar. Það nú svona tradisjón að sko þú fáir nú bara að setja upp einu svona ævinni í Bærut sko. Og En ef þú værir að setja upp hringinn, þá getur þú farið með allt þetta veganisti sem þú búin að vera að tala hér. Og láta það vera. En Tristan og Ísold eiginlega bara ástarsaga? Nei, ég reyndar held að Tristan og Ísold sé ekki ástarsaga. Ég held að Tristan og Ísold sé saga um þráhyggju. Já, eða sem að tengja svolítið. En hún þetta ekki samfélagslega saga. Og ekki nema mjög litlu veiti. Hún persónuleg og hún líka svolítið svona þau eru þarna saman alltaf einhvern veginn í nóttinni og það svona einhver veruleiki sem þar, það sem gætu mögulega ást en það eitthvað við daginn sem að veldur því að þau geta ekki og það svona spenna þar á milli og svo eru þau náttúrulega hálf sturlu sko bæði tvö. Já, og sérstaklega kannski hann sko. Og mér finnst sko ef maður ætla að skoða svona sko samfélagslega kannski áhugaverðasti punkturinn og kannski mest radikal punkturinn hjá Wagner fyrir utan bara tónlistarlega það sem þessi ópera hún náttúrulega bara leggur nýjan tón í tónlistarsöguna. Já, það náttúrulega bara þegar forleikurinn heyrist þá hann búinn að semja ekki tvö af verkunum í hringnum, þannig að þetta lítur að hafa verið ótrúlega bylting þegar fólk satt og hlustaði á þetta. Já, sko, ég meina, hann búinn að semja inn í miðja þriðju óperu hringsins og tekur 20 ára pásu og semur sem sagt fyrst Tristan og Ísolde og síðan sem heyrir maður á lokakaflanum á hringnum að það bara allt önnur tónlist. Það hann hefur bara tekið bara algjört stökk og það sem hann gerir sko, það sem hann gerir í Tristan og Ísolde sem sko ótrúlega innovatíft að hann leggur inn harmoníur og laglínur en lætur þar aldrei náni konar resolution. Þannig þú ert í rauninni alltaf með uppbyggingu að punkti sem aldrei kemur. Og í rauninni, þú maður hlustar þá það annarkvort þannig að þetta á leiðinni eitthvað og þá tekur annarkvort sama eða önnur laglína við annars staðar í hljómsveitinni og kaffærir hinni eða hún endar í dissonans, hún endar ekki í resolution, heldur endar í ómstríðu og þetta heldur tónskaldið út í 4 klukkutíma. Það aldrei, þú veist, sem náttúrulega eins og það sem að það getur verið svona dáleiðandi ferðalag fyrir hlustandan sko. Já, en þetta þetta líka bara algjörlega á konsepti það sem að karakterinn að fara í gegnum með verkinu en það sem kannski radikal náttúrulega hann sýnir Tristan sem í heimsmynd verksins hann hetjan hann sá sem á að og hann meiri sér reynir að útskýra fyrir Ísolde af hverju hann sé mættur þarna
og segir þetta, hún segir þú ætti að koma að tala við mig og hann er runni líst sko, hann feli sig bak við stýrið hann er alltaf að segja styrfa, hann er ekki að stýra skipinu hann þarf bara að standa við stýrið en það er því að hann þorir ekki að tala við hana því að hann var búinn að í rauninni hann var búinn að bindast henni hann var búinn að lofa henni að hann myndi koma og það sem hann fyrir ykkur bellibröð svolítið ekki já sko ég meina baksagan er svo að sem sagt það er stríð á milli Cornwalls og Írlands eða Bretlands og Írlands eða Englands og Írlands og Írarnir hafa í rauninni stýrt Cornwall og síðan fara þeir fram á að fá 40 unga menn Írarnir frá Cornwall og það er ekki alveg hreinu hvort þeir ætla að drepa þá eða hvort þetta er að halda þeim föngum og Cornwall neitar þessu og Marke konungur á Cornwall sendir Tristan í stríð við Írland og helsti stríðsmaður Íra er Morold og Morold er unnusti Ísoldar og Tristan vegur Morold og eins og Cornwall segir þernu Ísoldar seinna sendu höfuð Morolds til Ísoldar í kassa og síðan einhverjum undarlegum ástæðum er Ísolde að ganga á ströndum Írlands og gengur fram á særðan hermann sem kynni sig sem Tantris og hann er Tristan og hún áttar sig á því þegar hún tekur sverðans og sér sko að það hefði verið flís í höfði mannsins unnustæðina sem hefði verið sendur heim og hún passaði við flís sem var úr sverðinu hún áttar sig á þetta er Tristan og ætlar sér að hefna Morold og þá kemur þessi setning og þá leit ég í augu þín og í staðinn fyrir að drepa hann sem sagt hjúkar honum til heilsu og það er það fer ekkert á milli mála þar gerist eitthvað miklu meira og mér fannst þetta spennandi út af því þú ert í rauninni með sko Tristan sem hann er sko fæddur faðir hans er dáinn þegar hann fæðist og móðir hans deyr við barnsburð og hann er alinn upp af frænda sínum konunginum en er í rauninni frá unga aldri ætlað að verða þessi hetja en maður hefur svo sterkt á tilfinningun og sérstaklega til mér betur sem að kynnist Tristan að hann ber einhvers konar dauða og innra með sér hann getur aldrei staðið undir þessari ímynd sem heimurinn hefur alltaf sett á hann og Ísolde sko hún eins og náttúrulega er í þessum kongafjölskyldum hún er í rauninni bara skiptimynd valdsins eini tilgangur hennar er að giftast einhverjum til að mynda einhvers konar bandalög þannig hún er aldrei fengið að vera sko subjekt í sinni sögu, hún er alltaf objekt og þar sem þau standa þarna á ströndinni og hún er með sverðið í hendin það eru sko rullurnar hafa snúist við hún er stríðsmaðurinn og hann er hinn veikburða og þau eru bæði ekki að sinni funksjón hann sem hetja og hún sem sko í rauninni valdaskiptimynd og þar kannski handan valdsins horfast tvær manneskjur í auga og geta í þessum einstöku aðstæðum þar sem að verið að hjúkra óvininum geta þau tengst á einhvers konar manneskjulegu leveli og síðan snúa þau aftur í veruleikan og Ísolde hún virðist vera tilbúin að stíga út úr þessari samfélagsrullu sem henni er ætlað en Tristan já eða líka kannski bara leyfa vera örlaga valdur í eigin sögu en Tristan getur það ekki og hann getur, og þess vegna er hann alltaf að tala um nóttina og þessi frægi ástardúett í öðru þetta er ekkert annað en hann er alltaf að forðast hann er alltaf að segja sko við dagsljós myndu ekki geta elska mig hann er svo ofboðslega hræddur að einhver sjá hann fyrir hann sé ekki nóg þegar þú sjáur hann fyrir það sem hann er í raun og veru sko. Og þetta finnst mér vera ef maður sko hugsaður sko tíman sem þetta er skrifað inn í afbygging á þessari svona karlmennsku hugmynd hetjuna langt á undan senni samtíð að hann er sýndur sem brotinn sem hræddur sem huglaus hann er ekki huglaus þegar hann er með sverð á vígvellinum hann er huglaus þegar hann þarf að í rauninni ganga sinn eigin veg fara úr svona sínum hlutverkum já hann getur ekki staðið sem bara maður eða
án þess. Já, en þess vegna er líka ákveðið og getur í hvorum heiminum lifað Nei. eftir það, því hann er náttúrulega snertur af ástinni. Það er óbúslega erfitt að setja upp grímuna þegar þú ert einu sinni búin að taka hana niður, gagnvart manneskjum sem tókst hana niður, sko, sem gagnvart. Það er, hann og það sem reynir hann fyrst, sko, þegar hann kemur síðan til Írlands að sækja hana og það er búið að semja frið á milli Cornwall og Írlands og friðurinn er innsiglaður með hjónabandi Ísoldar við Marke konung Cornwall og Tristan er, eins og seinna kemur að ljós, er sko aðal hvatamaður þessa samkomulags í fyrsta lagi og býðst til að fara að sækja hana í öðru lagi. Og maður velti fyrir sér, þetta einmitt ekki þessi svona ofbóðslega mótsagnakennda svona manneskjulegi þáttur að hann setur sjálfan sig í þá stöðu að vera viðstattur svikin gagnvart manneskjunum sem hann elskar, sko. Fólk gerir það svo sem oft. Ég segja það, sko. Fer eitthvað svona leiðangur sem er bæði þjónar þér en líka stríðir gegn þér, sko. Já, og einmitt kannski gerir harmðinn sem sagt hönd á festanlegan, sko. En það er og þetta er, sko, þau eru á skipinu í fyrsta þætti og hún er alltaf að heimta hann komi að hitta sig. Skipið fer ekki þarna í þinni uppfærslu, maður fer bara niður í vélarúm eða? Já, ég meina, mér fannst líka bara, þú veist, skip er líka einhvers svona birtingamynd á einhvers konar ferðalagi og þú veist, það eru svona tilvísanir í skip á sviðinu, en mér fannst þetta vera ekkert síður innra ferðalag og mér langaði að skapa einhvers konar heim á sviðinu sem væri einhvers konar millibils ástand á milli, hvað maður segja, innri veruleika og ytri veruleika og mér þau drekka náttúrulega þarna eitthvað sko eitur, hún heimtar að þegar hann loksins kemur og hún er búin að svara fyrir það, hann segir ég má ekki tala við þig, það er hefðin segir til það og hún hlægir að honum og segir það, þú veist hvað er það hefðin, er það hefð hetjunar að fela skríðandi á bakvið stýrið og heimtar hann drekki eitur til að svara í rauninni blóðskuldinni sem hann skuldar henni því að hún drap hann ekki og síðan þarf hún ekki í rauninni að hann drekki eitrið í sjálfum sér, hún þarf bara að sjá að hann er tilbúin til þess. En mér fannst þetta alltaf vera svona moment, ég hugsaði með mér, stoppar ekki næstu í tíminn þarna. Þú veist, að því að þessi annar þáttur, sko, hann er eins og hann hafi fallið úr tíma. Og þriði þátturinn er sem einhvers konar spegilmynd, þá er það Tristan að syngja örlög sín og Þranna gagnvart henni, meðan að fyrsti þáttur er hún að syngja örlög sín og í rauninni kannski minni þrá og meiri sko ofsi gagnvart þessum svikum. Þannig að mér langar að skapa einhvers konar einhvers konar svona innra og ytra landslag á sama tíma, en ég tek bara mjög meðvitaða ákvörðun að gera sko uppfærsluna ekki samfélagslega, af því að það er ekki sterki punkturinn í þessari sögu. Hins vegar já, og það er alltaf, þú veist, þá er þetta bara ekki rétt verk. Þá sko hins vegar aftur á móti er sterk saga að tala þessi brotnu kallmennsku og hættuna sem í rauninni felst í sko valda sko strúktúrnum, það sem eru búnar til fígúrur eins og Tristan. Og það er sko samfélagslega séð mjög pólitísk nálgun, en hún er byggð einhver síður á þeim innviðum í verkinu sem eru til staðar og ég hef oft tilfinninguna sko krafan á pólitískt leikur sé að það sé verið að tala nákvæmlega það sem er í gangi miklu frekar en að tala Nei, það ekki frekar þeir sem er að reyna að ýta pólitísku leikhús í burtu, að reyna að einfalda það og það sé einhverjar messur og komi listin ekki við, og ég held að það sé frekar þeir sem að er að reyna að ýta pólitísku leikhús í burtu sem að tala það niður og tala að það sé eitthvað hallarslegt og einfalt. Það er náttúrulega allt almennilegt leikhús, ef það er eitthvað kraftur í því, er náttúrulega
pólitískt. Já, það er líka bara... með einhverja list í dag í sko þeim heimi sem við lifum í dag og ekki vera pólitískur. Það er mjög pólitísk afstaða. Já, eða líka sko bara hvernig þú skilgreinir hlutverk listarinnar og pólitíkur innan listarinnar. Sko leikhúsið er vettvangur einhver leyti hugmynda, en það er ekkert síst sko vettvangur manneskjunnar og hversu mótsagnakend og margræð mannsálin er, og það oftar en ekki útskýrir síðan pólitíkina sko. Þú veist, þess að við varum að tala með Jan Kott áðan og Shakespeare. Þú veist, ég held að sko pólitískasta uppsetning sem ég gert á Shakespeare-verki var Macbeth. En fyrsta ákvörðun sem ég tekið þeirra uppsetningu er að skera út alla pólitík. Ég sker út að það sé einhverjir í Englandi að plotta og einhverjir í Írlandi og einhverjir hér og þar sem að mér fannst alltaf vera bara skrýtnar sögur. Það tekur manni frá, hins vegar ertu að fylgjast með pari á leið inn í sko hjarta myrkurs valdsins og að króniklur það hvernig í rauninni á í rauninni brotum í mannsálinni endar uppi með sko tvær stórhættulegar manneskjur í valdastól. Og ég held að það er miklu innan gæsalappa pólitískara heldur en að vera með hvað maður að segja, hérna pólitísku sögu í gangi. Reyna að útskýra pólitík þess samtíma sem hann var að reyna einhvern veginn að heimfæra hana að koma yfir hæðina og hinn var að safna liði og allt þetta. Já, og ekki síst sko að kjarnan kjarnin að ofboðslega mikið af hvað maður að segja misnotkun valds byggir einhverja síður á sko svona feðraveldislegum hugmyndum og hugmyndum okkar hvað er vald, hvernig lítur það út, hvernig er þið framfyllt, hvernig öðlastu það, hvernig viðheldur því og það er ofboðslega karllægar hugmyndir. Þannig að það er í Macbeth að líka sko hver er borinn til valds. Það byrjar alltaf að bara einhverju flugu sem er sett í höfðið á honum að hann eigi að vera kongur. Já, en það er að því að... Sem er hægt að gera, maður getur gert fólk brjála með því að skjóta inn svona hugmyndum. Já, með algjörlega, en það er náttúrulega, Lady Macbeth, það er náttúrulega svo augljóst í... Mér finnst að þú að vera þjóðleikustjóri. Já. Nei, eða bara í Þýskalandi, sko. Já, svo bara fer í gang eitthvað, sko, inn í hausnum hjá fólki. Og það er náttúrulega það sem er... Það er tala vald, sko, ekki bara svona vegtillu eða virðingu eða eitthvað svona. Þá er þetta náttúrulega hugmyndin það að ég geti orðið kongur. Það náttúrulega er alveg stórkostleg hugmynd í Macbeth, að einhver maður geti orðið það. Við getum verið að... Já, það er áhugavert að hún, sko... Við getum bara borgarastéttin, við erum að tala 19. öldina, að þið geti stjórnað samfélaginu, eða við segjum við alþýðina, að þið geti stjórnað. Já. Þetta er náttúrulega, þetta er ótrúlega powerful hugmynd, sko, það sem er raskað að hvar er minn sess í valdinu, sko. Getur átt við persónur og getur átt við hópa og hvað sem er og að stóru leyti sko funkar að samfélag okkar á því að því vorum að tala áðan sko, hvernig fólk metur það, hvort að ég hafi eitthvað áhrif á samfélag mitt. Það er náttúrulega mest powerful hugmyndin sem hefur verið sett á fólk, að það hafi engin völd í samfélaginu. Já, ég mynd þú skoða bara En leiðu við myndum breyta því, ef fólk myndi standa upp og hætta að horfa á hann en enska bolta og fara að gera eitthvað til þess að breyta samfélaginu, þá getum við eignast bara stórkostlega samfélag, bara ekki að morgun heldur inn. Hvernig þá? Já, bara ef að fólk tekur valdi sem það hefur í lýðræðislegu samfélagi, þá kannski náttúrulega gæti verið að þið svara. Já, það er sem fólk hefur gefið völdin eftir til einhverja svona Bezosa og Elon Muskara og einhverja svona manna og á Íslandi einhverjum alltaf hugmyndunum að við vorum að tala húsnæðismál áðan og gett og eitthvað fleira að við höfum alltaf verið að bíða eftir að markaðurinn komi og byggja eitthvað og meina, ef við skoðum bara söguna það sem hefur verið byggt fyrir svona þriðjungin af fólki sem er með lægstu tekjurnar, það er bara samfélagið sjálft sem hefur gert þetta hingað til og okkur eru við ekki að því að þegar við teljum okkur að nei, það er ekki okkar hlutverk að gera það hlýtur einhver annar að koma
koma sem að er svona svolítið ríkur og miklu snjallar en við og hann með miklu betri lausnir og allt sem að við gerum það endar í Já, en síðan sagður áðan sko að þú veist að pólitíska kerfið væri dautt sko. Á þess að gera sósíalrealisma út úr Macbeth sko. Nei, það er náttúrulega ákveðið kaldan í því að sko, hvað, 1/3 ef ekki, ég ætla ekki svona 3/4 Vesturbæsins sem voru byggðar sem félagslegar íbúðir og Vesturbæjarlaugin var sko byggð fyrir samskot. Og ég meina Þjóðleikhúsið það var lagður skemmtiskattur á til að byggja Þjóðleikhúsið. Það var raunverulega sagt í þessa mörg árætlu við að borga öll hérna ofan á kaffibollan okkar í hérna þangað til að við eigum hús sem getur gert okkur að þjóð meðal þjóða. Já, þú veist, valdefling er óbærslega flókið fyrirbæri. Að því að sko einhvers staðar í hinni lýðræðisskipan liggur, þú veist, liggur hugmyndin að atkvæðið þitt þú veist, að við eigum að búa við sko representational politík og það er náttúrulega mjög snjallt ef maður tekur þetta frá þessum póli, náttúrulega mjög snjallt að rauninni hafa ákveðum svona samkvörl hvernig þeir að virka og það er sama hvert þú kýst sko þetta er alltaf mjög svona svipaða stjórn. Já, alltaf viðskiptaráð sem vinnur. Já, þeir segja það sjálfur sko, það er bara allt sem þeir biðja að það verður. En það er og þá getur maður veltið fyrir sig, er það kostur eða galli að atkvæði dreifist þetta vítt, að það þarf einhvers konar samkurl og einhvers konar kompromiss og einhvers konar einhvers konar málamiðlun milli mismunandi hagsmunarafla til þess að skapa einhvers konar lýðræðislega samstöðu. Lýðræðið er náttúrulega, sko, ef við talum í Bandaríkjunum, ef við svona virk þáttaka, lýðræðið er náttúrulega byggt upp á því, þannig að til að við ætlum að hafa öflugt lýðræðislegt samfélag þá þurfum við að hafa öfluga háskóla, við erum að öfluga fjölmiðla, við erum að hafa öfluga verkalýðshreyfingar, við erum að hafa öflug hagsmunasamtök almennings, fátækra eftirlaunafólks og öryrkja og leigjenda og við erum að hafa samtök innflytjenda og við erum að hafa sko alvöru deglu og láta stjórnmálin okkar hanga ofan á því. Það sem að við sitjum upp með núna, það er orðið sko félagsleg deyfð í öllu og þessi tilfinning fyrir að það skiptir engum máli hvað ég á að gera, ég á ekkert að vera að taka þátt í að byggja upp þetta samfélag og þá sitjum við uppi með stjórnmál sem að liggja ofan á slíkri flatnesku sem verður náttúrulega bara eitthvað sko grín og hverjir hafa völdin í slíku samfélagi. Það er náttúrulega auðvaldið sem að er sko gríðarlegt vald sem að við höfum byggt á 20. öld ríkisvaldið að einhver leyti sem mótvægi við auðvaldið. En núna höfum við gefið ríkisvaldið yfir til auðvaldsins og sitjum uppi með sko samfélag sem er bara á svona spíral niður af við eins og þú ert að leysa upplustun í Bandaríkjunum og eitthvað leira við erum með hnignuna skeiði. Já, ég held að þessi analýsa, hún er að mörguleiti mjög sko, hún hittir naglan á höfuðið, nema vandamálið er það hvernig á að virkja að því að við getum verið norninnar og sagt við alþýðina sem eru að hlusta á þáttinn og segja þú verður kongur einn daginn. Þá fer alþýðina að hugsa og vinnur því og endar náttúrulega að sanga þinni kenningu sem blóður endar þá á valdastólum sem og þá getum við búið til einhverja spillingavarnir á leiðinni til þess að hindra það en ég ætla ekki að draga alveg svona út í pólitík ekki alveg strax kannski sko ég horfði á Tristan eins og ég sagði þér fór inn á sótt hann á netinu ég held að það hefði kostað sko minna en bíómiði og hafði þá aðgangað alls konar dóti í heila viku en Tristan og Ísold var enda svo stór bit að ég notaði ekki mikið af því en ég horfði á það í þessari tölvu með Bluetooth hátalara þannig að sem er náttúrulega sem að minnkar þinn hlut í uppfærslunni það sem ég sitt og horfi á þetta á svona skjá og heyri músíkina þá náttúrulega heyri ég fyrst og fremst það sem að sko hljómsveitarstjórinn leggur til sem eitthvað grunnur og svo náttúrulega söngvarna sem er ofan á og svo á milli þín og mín er komin sá sem að stjórnar upptökunni sem ert ekki þú líklega. Nei, það var reynda mikið samstarf sko en það sem er flókið og er kannski ekki bara í Bayreuth en sérstaklega í Bayreuth er að sko af því að ég vildi gera uppsetningu sem lá mjög nálagt karakterunum en þetta er sko 2200 manna hús og ég satt sjálfur á frumsýningunni sko aftast í leikstjóraboxinu og mér, sko, ég var að horfa á þetta í rauninni minna en þú varst að sjá hérna á skjánum
og ég hugsaði með mér sko, og ég heyrði það frá mörgum sem horfðu á uppsettluna að sko að það hjálpaði þessari uppsetningu að fá þessi sko að vera nær fólkinu að því að ég leikstýri þessu líka mjög mikið inn í hið raunverulega drama. En það væri eiginlega betra sem kvikmynd heldur en leikhús. Já, sko, kannski frá 20. bekk og aftur sko. Og það hafa verið ansi svona að svona sumir gagnrýnendur fóru mjög hörðum orðum sýninguna og sérstaklega fyrir sko hún væri mjög statísk og þetta kom öðrum alveg gríðarlega óvart þá gagnrýni á sýninguna sko á mitt verk sko og ég var mjög undrand á þessu að ég sagði bara þetta stemmir enga. Hvað mér fannst verstu sýninguna? Hvað? Mér fannst aðalhlutverkin mér fannst þau bara ekki nógu góð sko. Nei. Og það getur verið bara dagsform af mér alveg svo þeim, ég veit ekki. En það bara, mér fannst eitthvað neginn svona, þú veist, þeir náðu mér ekki eitthvað neginn, sko. Eins og stundu gerir, sko, sem náttúrulega það sem maður sækist eftir. Það er bara allt í einu, þá bara hefur maður ekki heyrt bara meiri sannleika og meiri fegurð á ævinni, sko. En það er eitthvað neginn, mér fannst Tristan sérstaklega erfiður, sko. Já, hann reyndar sko mistunist í röddina á frumsýningu sem ég held að þetta sé upptakan af sko og en það sko þá þetta bara eins og þú veist að vængirni sé ekki þú veist til þess að verk virki í 4 tíma og drægi manna þá þarf hann náttúrulega að vera bara það þurfa allir að vera bara með vængina sko bara alveg bara útbreyta sko ég og fyrst, svona, maður upplýður það fyrst og fremst þetta náttúrulega tónlist og innri tjáning og sem að þú sem leikstjóri náttúrulega með, annars ertu með hljómsveitarstjóra sem sér það þannig að þú ert líklega ekki að segja við söngvaran getur ekki hangið aðeins lengur á þessum tónum það var ekki að gera það áttunandi sko sem er mjög gott samstarfi og Simeon Bischoff sem en sko það kom upp til vandamál með útsendinguna út af því að sem sagt þá búið að gera ráð fyrir að verkið væri 3 tímar og 53 mínútur en þegar hann stýrði fyrst í heild að koma í ljósa hann var með það í 4 tímum og 8 mínútum sem að fyrir sjónvarpsdagskrárna hann var bara að hægja mjög sko sem að þú veist dregur úr dýnamík, það er engin spurning en á móti kemur að það skapar spennu á öðrum sviðum og þarna eftir komið náttúrulega mjög svona dítaleraða sko. En það verður að ganga upp sko, ef þú ætlar að hafa meiri spennu að hanga á, þannig að við séum alltaf á bara brúninni, þá þarf að virka sko. Já, það gerði það reynda fyrir mjög margar sko, en að því að það sem að dramaturginn minn sko, hann spáði því á frumsýningarkvöldi, hann sagði sko, gagnrýnendur munu hata okkur og áhorfendur munu elska okkur. Og vittu til á 3. ári verður þessi sýning orðin köld og það er mjög algengt sko og þú þarf líka að búast því sem leikstjóri í Bayreuth þú verður sko púaður niður sko líka því þetta er eina frumsýningin þannig að allir gagnrýnendur koma þarna með allt sitt power til þess að fjalla það sem ég vissi ekki er að það er tradisjón í Bayreuth að setja gagnrýnendur á aftastabekk þannig að þeir voru allir í hinum megin við þessa línu þannig að þeir sáu náttúrulega eins og þú á sjónvarpsskjánum nema með engum nærmyndum sko. Og þá fór ég tilbaka í þetta fyrsta samtal við Katrínu Wagner sem ég vildi hafa nærmyndir af þeim stórar á bakvegnum til þess að hleypa okkur nær þeim og hún vildi alls ekki fá vídeo og sér voru hún farin að tala við hefðum kannski átt að hafa vídeo í þessari sýningu ég sagði, ég meina það orðið seint núna en þetta auðvitað bara ákvarðanir sem þú stendur frammi fyrir sem leikstjóri og það auðvitað þannig, sko, öðruvísinni leikhúsinu og þess vegna held ég þetta með eins og mér finnst gaman í óperunni að þá leikhúsformið meira liggur bara nær mér að því að þar sko, þar hef ég tök á að leggja tempóið og leggja stýra leikurunum intensitetið í Þú ert bara að stýra hreyfingum leikaranna Nei, auðvitað er maður að vinna með þú veist, innra lífið og þú ert alltaf líka að vinna með sko, hinn konseptlega level hvernig þú getur lesið þetta en auðvitað, ég meina, þú getur líka verið með frábær uppfærslu á Hamlet og ef að Hamlet er ekki góður þá skiptir engu máli hvað þú gerir sem leikstjóri þú ert auðvitað alltaf sko
Það sem er svo skrítið Svo líka Hamlet ekki alltaf góður, sko. Ég get hitt út í sal og ég bara einhvern veginn tengdi ekki við hennar Hamlet, sko. En það getur vel verið að... Já, það er þessi segið, það sem þú sagðir, það sem að þér fannst erfitt í sýninguna varu mjög margir sem voru að þetta hefði verið eitthvað magnaðasta par sem hefur séð, sko. Og ég veit ekki hvort þú hefur séð, sko, aðrar uppfærslur og Tristan og Ísolde. Ég horfði á nokkrar og verkið þykir eiginlega, sko, óuppsetjanlegt. Af því að það, sko, í rauninni gerist óbúslega fátt í... Hengingaról fyrir leikstjórann. Já, þú veist það, sum myndi segja það. Mér fannst þetta hins vegar, ég var ekki sammála þessu, mér finnst þetta, sko, ótrúleg analýsa á innra lífi manneskjunnar í einmitt, sko, átökum þar sem að innra og ytra líf passa ekki saman og eigin þrá gagvart þeim örlaga þráðum sem út spunnin sem er rauninni, já, sem út fastur í og ert að reyna kannski að losa þau úr þetta. En ég vil líka bara formið á þessu sem ástarsaga náttúrulega það sem að fólk tengist í ástinni sem getur verið, sko, sterkasta upplifun einstaklingsins. En svo ást rúmast ekki inn í deginum eða passar ekki og fólk bara vill ekki og annað slíkt og margar, sko, stórar ástarsögur fjalla þetta. Já. Þannig að þetta er alveg, sko, þetta fjalla bara ástina á mjög stóru skala í þessu verki, sko. Það er ekki. Og svo er músíkin náttúrulega stórkostleg. Hún er það. Og síðan eru, sko, kjarnin í góðri ástarsögu er náttúrulega, sko, Rómeó og Júlíu, þau hittast þrisvar, sko. Náttúrulega, kjarnin í góðri ástarsögu er held ekki síst, sko, skortur á samverunni, sko. Skortur á ekki bara að það gangi ekki upp heldur og eins og þarna sem í rauninni ekki bara heimurinn sem leifir það ekki heldur sjálfsmynd hetjunar sem þorir ekki að vera vulnerable, sko. Og klassísk spurning sem er bara Páll Postuli, hvort að kærleikunni getur verið grundvöllur, að hvort að ástin sem að fólk upplifir sem sterkustu tilfinningu sína og það sem að ég held að fólk getur upplifað þessi sem heilustar manneskjur inn í ástinni. Af hverju mótar það ekki, sko, veru okkar úti í deginum, sko. Þannig þetta er líka heimspekileg og trúaleg, andleg spurning, sko. Hún er það, en ég meina líka, sko, sterkasta aflið sem heldur okkur saman, þyngdaraflið, er law of attraction. Og ég hef oft velt fyrir mér, sko, hvort að kærleikurinn eða ástin eða sko, af hverju við metum hana jafn lítið í samfélagslegri umræðu. Þetta er eitthvað svona sem átt að vera svona praktisera prívat, sko. Eða við getum gert það þegar við eigum efna því. Fyrst erum við að gera þetta hérna, við erum að ganga frá þessu og svo hefur rúm fyrir kærleika. Það er það sem að Páll Postuli er að segja. Nei, við skulum hafa kærleika sem grundvöllin. Og svo já, en ef þú skoðar síðan einhverjum svona stærstu mannréttindabyltingasögunar sem hvort þú skoðar Martin Luther King eða hvort þú skoðar Gandhi, þarna eru, sko, í rauninni samfélagslegar byltingar sem eru keyrðar áfram á hugmyndunum kærleikan. Að þegar að Gandhi og öllu svo mögnuð, sko, baksaga, ég meina hann fer til Bretlands, sko, gengur svona alla leið í aðlögun, lærir bresk lög, tala með breskum hreim, klæðis eins og breskur gentleman, sendur af yfirvöldum í búastríði í Suður Afríku og verður bara vitni að hvað heimsveldið er raunverulega að gera sem er alltaf bara að murka lífið úr hverjum þeim sem rís upp á afturlappirnar og snýst algjörlega og verður, sko, hindu öfgamaður móti lestum, móti rafmagni, móti öllu sem að heimsveldið kemur með og síðan verður þetta hrikalega fjöldamorð á þjóðhátíðardegi Indverja hérna í Norður-Indlandi, ég man ekki hvað þorpið heitir, þar sem að breskir kennslukonu nauðgað og hersöðingir á svæðinu fyrirskipar að allir Indverjar, svona aðal verslunargata, hún er nauðgað í svona hliðarporti af einhverju aðal verslunargötu, að allir Indverjar sem gangi þessa götu eiga að skríða eins og ormarnir sem þeir eru. Og þetta veldur náttúrulega mikið til úlfúð og nokkrum dögum seinna er indverski þjóðhátíðardagurinn og þar er, sko, tradisjón að þá safnast allir saman á torgum og það er útgöngubann og Indverjarnir safnast engu síður saman en þeir eru ekki að safna saman til að mótmæla, þeir eru að safna saman að það er tradisjón á þjóðhátíðardeginum og þá lætur þessi hersöðingi
kringja þetta torg og skýtur alla sem á því 3000 manns og í 3 sólarhringa fólk að blæða út þarna og menn, konur og börn og þetta sko svona kveikjan að svona ákveðnu byltingarástandi skiljanlega nema það sem að Gandhi gerir annað en hinir í þjóðurnishreyfingu hindúa hann segir að hermennirnir sem skutu eru jafn mikil fórnarlömb breska heimsveldisins og fólki sem verður fyrir byssukúlunum. Þetta náttúrulega sko ótrúlega sterk sko hann hefur empatíu gagnvart hann færir sjónina frá hinu persónulega upp á í rauninni struktúral level og segir sko ofbeldið ekki hermaðurinn, ofbeldið struktúr heildarkerfið. Og við erum að breyta því. Og svar hans að við þurfum að bregðast við ofbeldi með sem sagt með hvað heitir þetta non-violent hérna á íslensku ofbeldislausri andstöðu Hvað þetta aftur kallað? Já, eigum íslenskt orðið verið þetta. Þetta svona... En þetta þessi raunin... Fólk stendur átt frammi fyrir því að taka þessa ákvörðun og það frægt 2009 landsfundur Sjálfstæðisflokksins sem komst að því að það var ekki kerfið sem brást heldur fólkið sem alveg öfugt við það sem Gandhi komst að. Já, reyndar sko þetta var náttúrulega magnaður landsfundur. Sem ætti að setja upp reglulega. Já. Því að sko það var náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn fór sko Vilhjálmur Egilsson ferðaðist all land og bjó til þessa gríðalegu endur ég man ekki hvað hún hét þessi skýrsla sem var byggt á samtölu við 1000 manna og það rauninni Davíð Oddsson sem mætir og segir finn til með trjánum sem voru á hoggi sko Sjálfstæðisflokkurinn fékk svona gríðalegt tækifæri. Þetta nú eiginlega ópera sko, það ætti að setja hennan landsfund upp sem ópera. Ræða Davíð sem náttúrulega verið frábær arja í ópera. Já, hún... Gamli kóngurinn blóði kemur og hendir... Já, ég meina, ég gerði nú heila tilraun til þess með Guðblis Ísland á sínum tíma. Það sem ég sviðsetti rannsóknarskýrsluna þar sem að meðal annars þessi texti fann leið inn í þá uppsetningu. En aðeins áður við ekki óperuna? Þú ætti að segja að þú væri frekar leikhúsmaður heldur en það þetta að sem leikstjóri í venjulegu leikriti að þá hefur svona meira með það að gera heldur en þú... Já, þú ert bara... Þú hefur bara viðtækari tæki til þess að ástunda listformið sko. Þú veist eins og þú segir sko, þarna þú ert einhvers staðar auðvitað sérstaklega eins og óperuformið sko, klassíska óperuform að þá ákveðin svona óhreyfanleiki hvað varðar tónlistina sjálfa og í mörgum tilfellum það líka bara algjörlega réttlætanlegt en ég held að sé ekki langt í það að óperuformið þurfa að mæta alveg eins og einhverju tíma þótti fáránlegt að stytta Shakespeare. Í dag myndi enginn setja upp Hamlet óstyttan og það sama hlýtur að gerast í óperunni til að gera formið líka bara aðgengilegra og nútímalegra að hringurinn það er mjög margt þar sem í rauninni má missa sín án þess að samt ekki sko þú ert búið með hann hvað er þetta eitthvað 15 klukktímar eða eitthvað meira þessu. Ja, 16, já. Það er svo skrítið sko að þá vill maður helst bara fái aðeins meira sko. Já, nei, þú veist, auðvitað getur verið. Ég hef farið á leiksýninga, ég sá einu svona Faust 1 og 2, þetta var sko 9 klukkutíma uppsetning og fagnarlátin í lokin, það sem var svo magnað, maður var svona á milli þess að maður vissi ekki alveg hvort maður var að fagna sko performerunum eða bara maður var svo mikið hluti af einhver svona rituali að maður var í rauninni bara eins og orðin þáttakandi í sýningunni með viðveru sinni. Þannig auðvitað hefur það gríðarlegan kraft en það sem ég áfrekka kannski við. Ég satt með kaldhæðni manni á tónleikum og það var svona verið fólk að klappa og hallaði svona að mér og veistu út okkur fólk að klappa. Svo fegið þetta búið. Ég hef reyndar alveg verið uppsetningu þar sem það var akkurat. En ég held, mér finnst ofboðslega gaman að vinna í óperunni. Það þetta líka gríðarleg forréttindi sérstaklega á æfingaferlinu að sitja, sko, ég hugsa oft sko,
það væri gaman að bjóða áhorfendum upp á þetta sem það sem að sko söngvararnir að syngja fullu en það er bara eitt píanó í miklu minna rými. Þú ert svo nálægt svona sko þú veist svo nálægt svo ofboðslegur listfengi. Við töluðum hérna Edduna sem settur upp hérna jólin eða ekki? Jú. Og ég held að ég hafi sagt að þetta virkaði bara eins og ópera nema að vantaði músíkina. Þar var þetta svona þessar aríur sko, sem sko, leikararnir eru að fara með aríur út í salin sko. Þannig að raunverulega var þetta virka á mig eins og ópera nema að var ekki músík. Já. Og mér finnst hérna, ég veit ekki hvort ég verið að meina þetta í alvörunni eða hvort ég bara leika mér að því að segja þetta við fólk, að mér finnst hérna að ópera muni koma aftur af því að þetta innra tal, þetta svona eintal sé bara eitthvað svona form sem að ég held að hendi bara svona einhverju svona, ég veit ekki, endurmati á svona manngildinu eða hver við erum og hvernig við lifum með þetta sko innra tilfinningalíf okkar í heiminum að það er eitthvað við óperuna. Og það var, svo sá ég einu sinni hérna óperu uppfærslu sem var bara tekin á location, Death of Klinghoffer eftir John Adams. Já. Sem að, man ekki hvað hann heitir, það var kona sem að tók þetta upp og bara tekið upp á skipinu og það er bara sungið, þetta er nákvæmlega samskonar uppsetning og bara hver önnur bíómynd, en svo eru kórar, ótrúlega sterkir kórar í þessari óperu og þetta fjalla náttúrulega átökin í Palestínu og ættum við meila að sýna þetta öll lögataskvöld ríkisútvarpinu og meðan að þjóðarmorðinu stæði. Þessu ótrúlega sterk ópera og frábæri kórarnir og svona. En þeir hafði svona öðruvísi sem svona eins og bara endurlit eða eitthvað svolítið. Og það er svo magnað að sjá þetta að þetta gengur bara fullkomlega upp að þú veist að hérna, það er bara ekki liðnar sko 7 sekúndur þannig að maður kaupir það að hérna, í samtölunum að það sé fólk að syngja og þannig að það er einhver svona galdur við óperuna sem að þolir, þarf ekki allan annan hátíðleika í kringu sig og þarf ekki þessa það er einhver svona, já ég held að þetta nota óperuna miklu meira. Ég er líka held sko að sko, þetta er ákveðið svona sögulegt happ eða óhapp sko að þegar kvikmyndalistin er að ryðja sér rúms að hérna það er sérstaklega í Rússlandi og Eisenstein sem er að átta sig á sko með klippinguna að sko ólíkt sviðinu svo alltaf með einn ramma þá í bíói þú getur þú veist ég klippa á þig hérna og síðan myndi ég klippa á barnar hlaupa yfir jarðsprengjusvæði og sem myndi klippa á þig aftur og þú er með sama svip en klippingin á barnið myndi skapa allt önnur hughrif hjá mér þegar ég horfa á þig og sem myndi ég klippa á þér og hérna þú lægir með dóttuðin í svona sólblóma grasbala og glampandi himinn og fjöllin og sem myndi klippa aftur á þig og núna myndi ég upplifa því sem angurværan og svona. Og þetta er á sama tíma og náttúrulega Stanislavski er búinn að leggja inn svona ákveðin svona sósíalrealisma inn í leikhúsið í Rússlandi og síðan ferðast þetta með sko Strasberg til Bandaríkjanna. Þannig þegar kvikmyndaformið síðan í rauninni establisera það þá er í rauninni tradisjónin sem að er í rauninni bara söguleg tilviljun að sé mjög sko realist form. Og þarf ekki annan að horfa á bíómyndir frá Asíu til að átta sig á því að þeir koma bara öðru horni og þar á leiðandi er þetta oft miklu meira leikur með formið og ég oft hugsa þetta sko bíóið í vesturinn eru rosalega föst og þetta hendar bíóformið gríðarlega vel til að segja raunverulegar sögur. En reyndar Hollywood núna búin að vera að segja okkur einhverjar sko eiginlega sögur svona svolítið á þínu svæði sko svona. Já. Það er náttúrulega þetta sko, ég satt nú nýlega í kvöldmat með vini mínum sem hafði sýnt syni sínum 16 ára Full Metal Jacket og hérna hafði nú svona smá ágjör hvort þessi mynd væri og mikið fyrir hann og svona. Það reyndist ekki vera, en drengur var engu síðu algjöru sjokki. Hann var í sjokki við hvað það var góð bíómynd. Þú veist, og í kjölfarið fóru að ræða, sko, þú skoðar
hvað gerist í bandarísku bíói eftir Víetnamstríðið. Þú ert með First Blood, þú ert með Deer Hunter, þú ert með Platoon, þú ert með Full Metal Jacket, Dog Day Afternoon, Dog Day Afternoon, þú ert með sko Midnight Cowboy, ég myndi fara aðeins aftar sko, Fat City og það er svona raunveru þetta bara stórkostleg bylgja sem þarna, sem að stranda svo bara á Star Wars. Já, er líka takast á við sko gríðalegt samfélagslegt tráma sem Víetnamstríðið og síðan þá hafa Bandaríkin sko ráðist inn í sama landi tvisvar, þetta er svona 2 stór stríð í kjölfarið og hvað kemur út úr því? Það eru í rauninni sko stríðstyrkandi bíómyndir sem að Marvel-heimurinn meira með sko. Og sér stundum þá ítaðir í það sko, svona, eins og í lokakaflanum að þessu Marvel-heimi þegar að kemur að ljósa vondi þessi Thanos er eiginlega grænt hryðjuverkamaður, hann er að bjarga alheiminum frá að við klárum alla resursa með því að fækka helming. Ég hugsaði með mér sko, ef þeir hefði endað eftir fyrirmyndina sem hann situr grátandi í einhver svona svissneskum dal og náttúran er greinilega á að fá tækifæri aftur til að rísa en hefði kostað hann drepur náttúrulega dóttur sína til að komast, þetta er mjög svona grist í stærð sko og ég satt og horfði á þetta og hugsaði bara, vá, ok, þetta ég var ákveðið að fara í mjög svona harða samfélagsáttölu sko og mjög gott síðan alltaf þurftu að koma með aðra mynd þar sem að þetta er allt nýviliserað aftur út sko. Og eittu í það einhverju 4 klukktímum, ótrúlega langri bíómynd. Já, ótrúlega langri bíómynd. En að þú nefnir þetta þá heyrði ég eitthvað segja það svona fyrir ári síðan eða svo, að þú átt að tala um hringlum Bandaríkjanna, þá sagði hann að Bandaríkjanna eftir Víetnamstríð þá höfðu getu til að endurmeta sig og það var líka þannig að bara fólki sem stóð að þessu, það var bara ítt í burtu og það var svona tilraun til þess að þú veist að þetta myndi ekki endurtaka sig. Það var ekkert slíkt gerst eftir tilgangslausar innrásir inn í Írak eða 20 ára stríð í Afganistan. Það er ekkert endurmat í samfélaginu á stefnunni eða á fólki, það meira og minna bara sama stefna sem heldur áfram og þá er þetta komið að því sem þú varst að segja með samfélag á hnignunarskeiði. Það er náttúrulega, hnignunarskeiði er að þú getur ekki endurmetið. Ég myndi ekki segja það ekki áttu endurmatst það sko. Ég myndi segja að sko svo pólitík sem stendur bak við seinni Íraksstríðið eftir 9/11 svo sem áttu republikanaflokkin, það er búið að bóla þeim öllum út sko. Það sem að bara kemur í staðinn er ekki einhvers konar uppbygging heldur raungerð birting á algjöru niðurbroti og sko Donald Trump, það sem ég held að við látum oft blekkjast að svona vera alltaf að horfa á sko hvað hann er að segja og hvernig hann lætur en miklu áhugaverðari spurning er svona á stóru leveli svona strúktúrelt fyrir hvað stendur hvað segir það siðmenningu og stöðu þá kannski sérstaklega Bandaríkjanna en mögulega vesturheims að maður sem að býr yfir engum af þeim gildum sem við minnst segjum okkur að standi til grundvallar siðmenningu okkar skuli í kringum hann skuli flykkja sig af margir og það sko valdakerfið að hann kemst að og hægt og rólega étur hann undir sig allt kerfið eða sko í rauninni hinn innri rotnun kerfinsins orðið það mikil að eina raunsana birtingamynd þess maður sem að hefur engin gildi lengur og ég hef oft hugsað sko svona þú veist, hitt finnst mér svolítið svona sem að segja svona lazy thinking að vera bara alltaf eitthvað móðgaður við því sem hann er að segja í staðinn fyrir að hugsa fyrir hvað stendur hann og það er svona ég rekst á svona teóri eða svona alternative ef það væri verið að meina þetta í alvöru þá væri þetta líka conspiracy theory en það sem ég fannst spennandi við að Donald Trump væri ekki raunveruleg manneskja heldur að þetta væri Andy Kaufman það væri fake já sko að þetta væri
performance og það sem ég áhverð þá getur maður að fara að velta fyrir sér ef að Donald Trump ekki sem sagt, það sem hann ef hann ekki rasíst, misogynic gildislaust óhugnaður heldur sko performance fyrir hvað stendur þá performance og þá verður þetta ofboðslega áhugaverð af því þá maður ekki fastur í því að klikka á næsta sem hann segir og móðgast yfir næstu setningu heldur rauninni hvað segir þetta samfélagið okkar og kannski vandamálið ekki að fólk sé annarkvæmt að kjósa þennan mann eða ekki kjósa þennan mann heldur að maður eins og hann sé komin á þennan stað og það kannski hreinlega einhver leiti heiðarlegra heldur en hitt sko og nú ég að ég horfði bæði á republikana og demokrataþingið svolítið sem leikstjóri til þess að sjá uppfættuna. Já, þetta náttúrulega bara stærsta pólitíska leikur sem þú sérð og það rópaslega áhugavert sko hjá republikunum, það var svona eins og einhver svona frekar illa gerður amatör hafi sett alla í svona karnevalbúninga, það var allir með svona stóra kópáhatta, allir svona ameríska fánan og eitthvað svona og sér var eitthvað svona mjög undarlegt frekar falskt rockabilly band sem spilaði alltaf á milli og síðan var svona verið að draga upp einhverja svona, sérstaklega var einn sem var eitthvað svona gamall vinur Donald Trump, einhver svona samt sko milljarðamæringur frá sem að hafði greinilega aldrei flutt ræður, hann var svona eins og hreindýr í ljósum á bíl sko og það greinilega 2 teleprompter svona hægra megin og vinstra megin og hann svona vissi aldrei sko hvert hann átti að horfa og sem greinilega komu leiklýsingar en Donald Trump when he arrives hann las það líka he gives you a hug og síðan stendur greinilega sko you have to hug og þá gerði hann ég hugsaði með mér þetta var svona svo horfa á Saturday Night Live sko og síðan demokratar og þar eitthvað svona eins og hjá svona Jay Leno, það svona ótrúlega flink eitthvað svona jazzband og það alltaf að fá allir eitthvað svona til að dansa og síðan sko, en það sem algjörlega sameiginlegt að sko, að það alltaf verið að reyna að búa til narratífur og þú veist og við erum með Kamala Harris sem vann á McDonald's og ég veist ekkert það að Kamala Harris dóttir indverskara og jamaikanska innflytjanda þú veist í svona black empowerment movements mjög snemma en síðan auðvitað bara einhver tíma fer þetta fólk inn í einhvers konar mengi þar sem að það hefur enga tengingu lengur við. Þetta er svolítið blóðugi kongar þegar hér komið við sögu þá þetta svolítið blóðugi kongar. Ég segi það sko og þetta aftur að þurfa að negla inn sko söguna alveg stöðugt segir manni að sagan sem verið að segja liggur ekki á borðinu sko heldur það þarf að manipuleira sko til þess að ná í gegn tróða þessu inn í eitthvað box sem það hættir að selja og en ef Trump sem gjörningur sem frábær gjörningur sem afhjúpar bandarískt samfélag það náttúrulega það sem að afhjúpar að stór hluti kjósenda þrátt fyrir að þú myndir segja að við viljum berjast fyrir sko einhverjum gildum, ég veit ekki hvað myndir hljóma í Bandaríkjunum, hvernig þau væru að þá hefur fólk ekki trú á því að stjórnvöld hafi fært þessi gildi og þeir sem að hafa flaggað þessu gildum hingað til að þau eru legarar, þau eru alltaf að flagga þessum gildum en ég sé alveg hvað þau eru raunverulega að gera sko. Þau eru bara að þjóna sjálfum sér og þetta nú ég nú oft vitnað í það sem var sagt Obama að þegar í kosningabaráttunni þá sneri Obama sér að kjósendum og seldi þeim von en þegar hann var búið að kjósan að þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjónaði þeim þetta svona upplifun sem að fólk hefur af stjórnvöldu sem eru rænd og ég meina við heyrum þetta líka það er alltaf að tala gildi sérstaklega í tengslu við Úkraínustríðið og svo erum við með Gaza og þú veist að maður er orðið svolítið lost í því sko, hver eru gildi okkar sko og hérna það frelsi og svona nei það er verið að banna mótmæli í Þýskalandi
og já, þannig að það ekki það og þannig að það er bara orðið horfið, sko. Þannig að það eru stjórnvöld og stjórnmálastéttin sem andlit einhvers afl sem á bakvið það, sem alltaf að selja okkur eitthvað gildi og þessu að berjast fyrir okkar gildi, en við erum löngum að sjá í gegnum þetta. Þannig að þá kemur Trump og þá setning sem var segð 2016 að þegar fólki stóð frammi fyrir valinu og að velja legarann sem var Hillary eða ruglukollin sem var Trump, þá kýsaðu þetta ruglukollin. Því að legarinn hann á ekkert inni lengur, sko. Eða bara skrifa henni lengra, það kýs legarann sem viðurkenna sér legari, sko. Já, það skárra. Þú veist, og ég meina sko Salman Rushdie kvót eftir hann sem hefur hreyfðið mikið við mér, það er pingu sorglegt til Salman Rushdie að Söngvar Satans, þessi bók sem svona definierar hann, svo langt frá því að vera besta bókina, sko. Hún eiginlega bara frekar léleg. En ég held að þetta sé miðnættubörnunum, þar sem hann segir, sko, þessir niðurlægjandi og þessi óherrlega niðurlægjandi tímar þar sem að trúðar og fífl standa fyrir það sem áður voru hetjur og kóngar. Og sko að við upplifum, held ég, það mikið misræmi milli hugmyndarinnar lýðræðið, hugmyndarinnar samfélagsmyndina og praxisinn á henni að við erum orðin sko eiginlega ónæm fyrir henni og það kannski veldur þá frekar eins og þú varst að tala áðan, sko doða frekar en sko uppreisnar anda og kannski kemur það ekkert síst til vegna þess að á sama tíma náttúrulega mesta velmegun sögunar og sko og eiginlega allt neyslumunstrið er stillt inn á afþreyingu frekar en einhvers konar svona intellectual stimulation bara eins og bara Marvel eða Full Metal Jacket, sko. Minni þáttaka okkar í samfélaginu og svona eitthvað svona hugmyndum það, já, þetta vil ég lýðræði en ég vil bara einhver aðri sjá það, sko. En það ég held að sýtingin í eldhúsinu og orðið þetta svona. En það er það sem fólk gerir, það bara... Nei, ég held að fólk segir bara... Svo tuðara yfir einhverju sem eru eitthvað svona í frambóði eins og það þessi þeirra hlutverk að viðhalda lýðræðinu, þetta er okkar hlutverk að viðhalda lýðræðinu bara í okkar stéttarfélagi, í okkar húsfélagi, í að taka þátt í einhverju baráttu og við að móta, sko, samfélagið á millum okkar. Það er ekki einhverju aðrir sem að vinna við það fyrir okkur bara, það er ekki þannig, sko. Nei, en ég minna, en ég hefði ekki það sem ég ætlaði að grípa fram í fyrir þér, því ég ætlaði að segja, sko, ég hefði sagt já við þessu árið 2000, að við höfum aldrei lifað í meiri verðmögun. En við lifum einfaldlega tíma þar sem að, sko, lífslíkur lækka í Bandaríkjunum, í Bretlandi. Lífslíkur að lækka á Íslandi. Sko, ójöfnuðurinn, þegar þetta fer í gang, og það er góðsögn sem á að segja okkur, sko, að við höfum aldrei haft það betra og hvað eru það kvarta og sjáu ekki veisluna krakkar og Seðlabankastjóri var að segja á fundi að þetta er bara hái vextir, hafi ekki snert heimilin í landinu og svo heimilin í landinu orfa á þetta, þannig að, sko, sagan að þetta sé allt í góðu, að þetta sé allt undir kontról og þú veist, við svona heilt yfir erum við á réttri leið, hún verður alltaf, sko, augljóslega að gangi ekki upp og vera lygi. Þannig að þetta með að við höfum aldrei haft það betra þrátt fyrir að lýðræði sé farið og svo búin að missa þetta meira og minna niður og þú veist, búin að missa fjölmiðlana og það er ekki nokkuð maður í háskólasamfélaginu sem að þurfa að gagnrýna eitthvað annars missir það bara vinnuna, sko. Þú veist, og þessi svona listafólkið er búið að veiða það inn og hvað kapitalismin getur látið alla vinna fyrir sig, sko. Það er stór hluti að þú eru öll að séð á stóra hluta af svona þinni kynslóð, það er bara augljóst í svona ferlinu hvernig það
þú veist, þú getur gert svona hluti hér inni en að vera þarna úti og það bara eiginlega, það ekkert svæði lengur. Við færum 50 ára aftur í tímann, það var svona counterculture, þannig þú gast lifa sem listamaður eiginlega fyrir utan samfélagið. Ég held að kannski 20 fólk í dag, það bara upplifir að það ekki í boði. Annarkvæmt fer ég bara inn og legg mig niður í duftið og fell fram og tilbyð þig kapitalismi. Eða ég verð bara út á götu bara, fæ ekki engin tekið. Já, ég meina, þú veist, þegar stilt upp sko að eiga lífsviðurværi eða ekki. Ég held þetta reyndar sér rétt hjá þér sko þú veist, þú veist, ég tala mikla velmegun, það einhver síður mikil velmegun sko í Vesturheimi og ég meina sko það að horfa á Bandaríkin og Bretland, ég upplifa ofta sko að þau eru svona proto-kapitalisríki þannig að þau annarkvort geta þjónað sem einhvers konar varnaðar einhvers konar ímynd til varnaðar eða framtíðarmyndin sem við erum að horfa til það ekkert flókin svona maður fer alveg inn í grunninn, það ekkert sérstaklega flókið að útskýra fyrir sér af hverju fólki kýs frekar fíflið heldur en ligarann eða hræsnarann. Það bara einfaldlega út af því að það búið að bregða, ríkisvaldið búið að bregðast fólki svo ofboðslega og mörguleyti miklu meira en við upplifum í Evrópu. Og það staðan í okkar heimshluta sko. Já. Það sem við verðum bara að horfast í augu við sko. Já, en ég heldur sé mjög alvarlegri í Bandaríkjunum eða Bretlandi. Nei, ég heldur sé bara miklu alvarlegri í Bandaríkjunum og Bretlandi heldur en á Íslandi sko. Eða í Skandinavíu eða kannski meira minna í Vestur-Evrópu að Bretlandi undanskilur. Samt sjáum við það til dæmis eins og í Svíþjóð sko. Svíþjóð sem að maður hvenær var ég síðast í Svíþjóð? Það var kannski fyrir svona 8 árum eða eitthvað. Munur á því eða Svíþjóð sem að maður svona sá fyrir sko 30 árum eitthvað, það bara rosalegu munur á samfélaginu. Maður sér það hvernig sko vestsetta fólkið hefur það bara lakar sko. Maður sér það bara og líka bara hvernig það bersi og þá ég ekki að tala endilega sko hvernig hvað með í peningum í vasanum því þú sér það á fólki hvort það sé beint í bakið og lítur á svo ég er láglaunamanneskja en ég bara hef fulla mannvirðingu í þessu samfélagi eða hvort að þú er búin að beygja undir það að því að þú ert fátækur að þá ertu bara ómark. Já, ég sko í Return to Rhymes þessari óbúslega áhugaverðu bók sem að þessi franski félagsfræðingur að skrifa eigin fjölskyldu sem að er verkafólk í Suður-Fraklandi eða Suðaustur-Fraklandi fyrir mig í Rhymes, þar sem að í rauninni þegar hann alast upp eru þau öll marxistar og í dag eru þau öll orðin Le Pen og hann að reyna að analýsera hvað gerist og kemur inn á þetta sko að upplifunin að hafa í rauninni sko það ekkert pathway þú veist að hugmyndin að kannski þarft að fórna sko sjálfum þér en þú ert að koma börninum til mennta til þess að þau getur þá brotist inn í betri lífsafur eða lífsskilyrði og þarna búið að eiga sér stað rof og þegar að þetta í rauninni aftur og aftur virkar ekki að þá snýr fólk sér að náttúrulega miklu og það sem populistendur hafa náttúrulega einhvers konar eins veruleika fyrt að það með einhvers svona hugmynd að það sé bara til einhverja svona einfaldar lausnir og sem Trump náttúrulega að vinna á líka sem það í rauninni bara horfa tilbaka til Svíþjóð fyrir 30 árum sáu þið hvað það var allt frábært en öll með þessu að beita því þau eru náttúrulega yfirleitt síðan sko fjármögnuð af harðastöðuvaldinu að þá sko með þau að beita þess að komast aftur í þennan stórkostlega tíma fortíðarinnar ennþá meiri sem sagt svona ákveðin arðránskapitalismi þannig að þetta er algjör mótsögn Þetta hangir á einu sem það að þið verður nú í þessu húsi að sósíalismin sem var sko farvegur réttindabaráttu fátæksfólks í 100 ár að það hefur verið haldið í fram að sósíalismin hann var reyndur þarna var Stalin sem að það gekk ekki og þá áttu að trúa því að þú ert að leggja niður sko hérna raunverulegu réttindabaráttu sem að snýst það að almenningur hafi völdin, að ríkisvaldið sé ekki í höndunum á auðvaldinu heldur í almenningi, að þú að leggja það því að búið að reyna það. Þetta náttúrulega stærsta lygin sko sem að
það byggir á. En ég ætla ekki að draga þig langt inn í svona pólitíkina. Nei, þú varst að hægra megin í pólitíkinni í Kanada, eða ekki? Nei, ég hef bara, ég held að sko mörguleiti hlutverk mitt sem listamaður að sko gangast ekki undir einhverja eina stefnu. Af því að þá ertu búin að skilgreina, þú veist, þessna sko, að ég gerði þau mistök ungur að því að frændi minn var í framboði hjá SUS og leti skrá mig það, hann leti svo fljótt skrá mig í ansi marga flokka en ég hef alltaf verið en ég svona kannski það líka bara, ég hef alltaf held ég verið með svona ákveðna mótþróaröskun að alltaf þegar einhver kemur og segir mér að þetta hérna er svarið þá fer ég lýðræðið náttúrulega þannig að við erum að berjast saman að einhverju og við þurfum ekki að vera sammála í öllu. Við erum bara búin til samkomulag eitthvað sem 60% mín skoðun og það skarast við þína 60%. Ég myndi segja sko að helsta hætta við lýðræðið ekki að við séum ekki sammála. Helsta hættan að við erum að missa frá okkur þekkingun og kunnáttuna að rífast það sko á uppbyggilegan hátt. Sko að ég held að sko að kjarninn í heilbrigðu lýðræði í rauninni að geta sko að við erum öll sammála ákveðin grunngildi síðan erum við bara með mismunandi skoðanir á því hvernig að ná þessum gildum og getum tekist án þess að demonisera þann sem þú ert að rífast við. Ég verður að andmæla hægrimenninum að því að hægrimenn segja þetta stundum að við sem öll að berjast það sama. Nei, ég er að segja ég byrja að andmæla svo ég segi nei, þú ert ekki að berjast það svo við markmið. Þú ert ekki að berjast það því að hérna inni fátöku hafi það betur. Þú ert bara að berjast fyrir að inni ríku hafi það betur. Þetta ekki sameiginlegt markmið. Og þetta snýst sko ágreiningur í samfélaginu. Já, en ég held að láta ríkisvald í hendurnar á auðvaldinu og hinu ríku eða hvort við láta almenning hafa. Já, ég held reyndar að svona ef þú færir sko hvað maður segja til einhver sem er svona ekki í sko svona með sko þú þurfti náttúrulega að vera hálfblindur í dag til að vera í einhvers svona hreinni frjálshyggju og halda og hafa engar áhyggjur af sko á ákveðnum sko elítuöflum í fjármálakerfinu. En ef þú talaðir við bara svona, hvað maður segja, svona tiltölulega skynsamt hægri fólk, þá myndi það segja, já, sko, við erum að reyna að byggja hagkerfi sem að getur skapað velsæld fyrir alla, meðal annars þá sem eru fátækari. Þeir segja, leiðin til almenna velsældar að við aukum svigrúm hinna ríku því að velsældin kemur náttúrulega frá þeim. Það eru þeir sem að skapa verðmætin og þess vegna aðlögum við alla lagasetningu og látum bara ríkisvaldi þjóna þeim því að þeir munu búa til verðmætin og þannig mun almenningur hafa það betra. Þetta er kenningi sem þetta er nýfrjálshyggju tilraunin sem að hrundi sko árið 2008 en heldur samt áfram sko. Það er ekkert þetta er stefna núverandi ríkisstjórnar. Já, sko, ég sé þetta nú ekki svona svarthvít, sko. Ég held að sko, sko, hættan og erfiðleikandi sem við erum að kljást við og ég held að það í analýsunni sem ég get tekið undir með þér það að, sko, að aðgangur, sem sagt, sterkra hagsmunaafla að lagasetningu og að ríkisstjórn allt gagnrýnislaus og þar orðin halli sem verður að leiðrétta ef að hugmyndir skal maður segja svona klassískari hægrimennsku að þú þurfir sterkt atvinnulíf til þess að byggja velsæld í landinu á að geta fengið brautgengi í einhvers konar samfélagslegum sáttmála sko. En upphæðlega þessi krafu það að atvinnulíf fengi að vera í friði og ríkið ætti ekki að trufla það. Við erum komið miklu meira, þú veist, svo kallar atvinnulífið að auðvaldið er búið að taka yfir sko ríkisvaldi sem að snýra þeim og ég meina stærstu styrkþegar á Íslandi í dag eru Þorsteinn Már og eru bara, ég held að séu rannsóknir og þróunar endurgreiðslur út úr ríkissjóði til fyrirtækja. Ég held að það séu 17 milljarðar. Þeir eru verið að deila út einhverju til orkuskipta, þá það Ísfélagið og Samherji sem fá hæstu styrkina. Við erum komin út í einhverja sturlun, sko.
Það sem er bara litið á það sem hlutverkuna sameiginlegu sjóð okkar að styðja hinn ríku. Ég veit ekki hvað. Já, en ég með, þú veist... Hvernig lentum við þarna eiginlega? Nei, en sem segi, en það held ég að þetta, þú veist, þarna liggur meinsemdin, en ég held að það er pingu hættulegt að taka þetta og yfirfæra þetta með svo alla hægrimenn. Ég held að sé bara óbúslega mikið af, þú veist, og ég þekki mikið af því fólki sem að er, þú veist, ekkert síður gagnrýndið á þetta kerfi af því að það upplifir að þeirra heimssýn sé menguð af í rauninni ákveðinni spillingu eða ákveðinni aðgengi sérstaklega ákveðinna sérhagsmunahópa á Íslandi sem að mengi í rauninni fyrir því að berjast á þeim forsendum sem myndi vilja berjast á og gjaldfelli í rauninni og ég held að ástæðan fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn er orðin bara svona svo hver annar flokkur, en er ekki lengur eitthvað svona rís í íslensku samfélagi, er einfaldlega svo að ímyndin af þeim sem varðhundur sérhagsmuna er orðin það almennur að þeir geta ekki lengur sagt við erum flokkur stétt með stétt. Það er of mikil diskrepans í grunnum. En ég held að séu mjög margir sem að sakna þótt að, þú veist, ég held að fáir reynda sakni kolkrabbans og fráir sakni þess að sé trúnaðarmaður úr Sjálfstæðisflokknum í hverri kaffistofu í landinu. Stasi, já, ég meina, þú veist, þannig að, þú veist, að ég myndi líka vera alveg svona fara pingu varlega með að tala þennan tíma sem eitthvað svona stórkostlegan uppbyggingatíma, en ég held að sé mikið hægra fólki sem hefur töluverðar áhyggjur af því að þeirra hugsunir fá ekki brautgengi og þeirra aðferðafræði að hinnu sameiginlega markmiði sem að ætti heima í þessum, hvað maður að segja, þessum bardaga, þessum vígvelli hugmynda þar sem við tökumst á en finnum síðan kompromiss á milli hugmynda sem er einhvers konar samkull þessara hugmynda verður til betra samfélag. Ég held að þetta fólk upplifi jafn mikla reiði út í þessa sérhagsmunagæslu eins og þú, Og þess vegna finnst mér pínu hættulegt að aðskilja ekki þetta tvennt. Að því ég held að heilbrigt lýðræði felst í því að við getum tekið þessi debate án þess að búa til óvini úr þeim sem eru hinum megin. En það verður náttúrulega erfiðara og erfiðara þeim mun meiri uppgang sem að í rauninni og þeim meiri þjónustu gæslu við auðvaldið. Já, eða þú veist, ég myndi ekki heldur að segja ég myndi frekar tala sérhagsmuni heldur en auðvaldið. Þú veist, að því ég held að það er fullt af fólki á Íslandi sem rekur millistór fyrirtæki sem bara er að hugsa að starfsfólkið sitt hafi það gott og ég meina við þurfum bæði verðmætasköpun og við þurfum atvinnulíf. Það var til atvinnulíf og verðmætasköpun, það var til markaður og það var til alls konar hlutir áður en að auðvaldi náði völdum. Ég held ég að það sem að grundvall vandamál sem stöndur frammi fyrir er það að við erum búin að vera... Auðvaldi hefur verið svo samfertt okkur að það sé lýðræðið, að það sé markaðurinn, að það sé frelsi einstaklingsins sem að það er ekki Þetta var En ég held að þú varst að tala áðan að þetta sem að ég hefði sagt að það áttu við árið 2000, ég myndi nú eiginlega skjóta því tilbaka þau núna þetta eru mér finnst þetta ómiklar einfaldanir að ég held að vandamálið sé að mörgu leyti strúktúrelt. Vandamálið er það að við erum búin að vera með í rauninni of svipað kerfi í of langan tíma, fólk sem er alið upp í kerfinu en tók ekki þátt í mótun þess, að það sem þarf er einhvers konar uppbrot og endurnýjun umbóðsins innan kerfisins fyrir tilvistinni. Það er ríkjandi svo lengi að þeir sem ólust upp inn í þess sjá ekki valmöguleika, aðra valmöguleika. Akkurat Og þess vegna kannski þegar ég segi auðvald, þegar ég segi samvinnufélög, þú veist, þegar ég tala hvernig sjávarútvegur var fyrir kvótakerfið, þá er fólk sem kosti vits og ára innan ífrásökunar. Finnst þess að það sé bara eitthvað, held ég sé að leggja til þess að við fyrir að reykja í bílum yfir bönnum? Nei. Ég reynda maður eftir því, það sem var alltaf skrúa niður og dollum hendt út gluggan. Það var þetta ekki í minni fjölskyldu, þetta var svona ég man eftir þessu. En það sem og þetta er þetta svona kannski gallin líka við þessa svona, hvað maður að segja, svona myrkari hlutan pólitíska rétttrúnaðar. Það er það að það er búið að individualisera móralinn.
þannig að mórall í rauninni hið sko pólitíska expression og það sko í sögu allra byltinga að þá ákveðin mórall, tökum bara frönsku byltinguna, það tekur sér saman hópur og segir nei, ríkjandi kerfi ofbeldiskerfi óréttlátt, þetta hinn nýji móralski staður og ég meina, ég lesið ritgerðir Robespierre og þær eru óbúslega áhugaverðar að hann trúir raunverulega terror og ofbeldi sé eina leiðin til að brjóta terror og ofbeldi ríkjandi kerfis og talar mjög fjálglega í rauninni að sko þeir þurfa að ganga of langt til þess að verði til eitthvað nýtt equilibrium og maður getur alveg séð þetta í mörgum að mannréttindar sko baráttum nútímans, MeToo, baráttum innflytjendamál að það búin til nýr mórall og síðan byrjar einhvers konar byltingarástand nema að vandamálið það að þetta byltingafólk að reyna á sama tíma að vera sko góða fólkið ólíkt sko Robespierre sem sagði bara nei, ég ofbeldismaður og ég það því það það sem þarf til að brjóta kerfið sem ég að berjast við svo integrerað að í rauninni ég þarf að fórna sjálfum mér, ég þarf að fórna eigin löngun til að vera góð manneskja til þess að ná þessi gegn tímabundið, til þess að næsta kynslóð geti tekið við þessum nýja móralska standard. Og þetta bara út alla mannkynssöguna, þetta bara fyrir svona 150 árum að þá varu þeir sem voru óæskilegir í samfélaginu voru fluttir eitthvað í burtu út í sveiti í einhver hæli og voru falin í samfélaginu til þess að samfélagi gæti verið hreint af þeim. Það gæti verið fólk sem var bara vitgrant eða fólk sem var fátækt eða fólk sem hafði brotið af sér eða fólk sem var flogaveikt eða fólk sem var gyðingar eða eitthvað. Bara hreinsið út úr samfélaginu og undir Stalin var það þeir sem voru öndur skoðuna, við bara losum okkur við þetta fólk og hér mun rísa ný manntegund sem mun færa okkur til framtíðar. Og þetta þetta út allt sko. Það alltaf verið að reyna við nefndum skoðanakón í Bandaríkjunum, það var reynt að eyða út öllum sósíalistum þar með því að þeir varu handbendi erlends valds og gera bara ófært að vinna og sömur þetta hér, þú nefndir njósnarana frá Sjálfstæðisflokknum sem voru út allt sem voru vunni við þetta. Já, ég meina sko nýjasta, það er ógulegt að sjá í Bandaríkjunum núna, nýjasta því að pólisíur í Bandaríkjunum hafa ollið þessu gríðarlega heimilisleysi, þú mátt ekki bara verða veikur, það bara missir fjölskyldan og hann hafi myndast þessi svona tjaldbúðir út allt og í borgum og núna var Hæstiréttur að fella dómum að það megi fjarlægja þetta fólk með ofbeldi og þetta er bara eins og gerðu í þjóðréttarsinnsóknum á sínu tíma, það bara þessu fólki bara komið inn í einhverju tjaldborgum einhver staðar í einhverju eyðimörkum lengst frá, þetta er bara sama og þú ert að tala sko. Þannig í rauninni í staðinn fyrir að takast á við vandamáli þá það er bara komað í sko það langt frá að það trufli ekki þegar þú ert að fá þér kaffi á mótnana sko. Og þetta náttúrulega enn eitt dæmi svona samfélag sem sko á skýrum hnignunarkúrs af því það ófært að takast á við stór samfélagsleg vandamál, þannig þá bara eina sem eftir þá er að losa það úr hinnu sjónræna, out of sight, out of mind sko. Herðu Þorleifur, við erum í svona helgispjalli og við gætum verið að tala um þig. En þetta miklu áhugaverðar að tala Það spyrja það því sko, hvort þið finnst skemmtilegra að tala mér finnst þetta fínt sko. Nei, ég sko, þú veist ég oft Ég gæti spurt bara, hver þú inn í þessu öllu sko? Þú veist auðvitað sér ég bara einstaklingur með mína sögu og mína fjölskyldu og mitt svona en ég hef einhvern veginn alltaf tekið því óbærslega alvarlega að ég starfa í listformi sem niðurgreitt af skattborgurum og það með eina ástæðan fyrir því að ég ekki að tengi mig við ákveðna pólitíska flokka að því ég vil geta tala við sem flesta því ég í vinnu hjá öllum. Nú var það í neðanmálsgrein. Þú segjum á sviðinu og tjaldið dregið frá og þú horfir á áhorfendurna sem að þú ert að setja upp bæði leikhúsið þitt og óperuna þinnar. Þetta ekki alveg svona þverskurður af sko almenningi sem situr í salnum. Þetta velsett millistéttarfólk á miðjum aldri. Þetta ekki svona þverskurður samfélagsins. Ég hef gert
ég meina ég er ekki leikhússtjóri, þannig að ég hef, kann maður segja, völd mín til umbreytingar þessu efni eru einhver leið takmörkuð, en ég hef gert í gegnum tíðina mjög mikið tilraunum til einmitt að víkka þennan hóp og sko, þegar við gerðum Rómeó og Júlíu, sem sagt, fer ég mig til þjóðleikhússtjóra og segi, heyrðu, við erum með efni hérna, við erum með tónlist fyrir ungt fólk, við erum með efni fyrir ungt fólk og þetta og unga fólkið sem satt lokað í menntaskóla árunum inn í kjallara í COVID. Við gætum sett DJ í andirið, við getum verið með umræður og eftir og skulum bjóða og í viku buðu við krökkum frá 16 til 20 ókeypis í leikhús til að koma að sjá sýninguna og það er vissulega tilraun til þess að þegar að tjaldið dreif frá sé stærri hópur. Þú verður að gera eitthvað, því að þú gerir ekkert þá situr þú bara með. Já, og það er reyndar sko, einn helsti munum finnst mér á Íslandi og Þýskalandi að Íslandi er engu að séu leikhús ennþá sko alþýðuleikhús og ég er að fara ná aftur upp í borgarleikhús eftir nokkur ár og það er allt annar hópur enn í þjóðleikhúsinu og eða svona einhver leyti minnskosti sem er óbáslega gaman og þú veist hvað, ég meina Englarnir á sínum tíma voru næstu 100 sýningar og það eru 50 smásum síðan og sýnt í beinni í sjónvarpinu og saman Njál upp í borgarleikhúsi þar sem 10.000 að koma og það nær langt út fyrir þennan svona litla millistéttarhóp þótt að hins vegar er það í sögulegu samhengi og það er að sama hvort þú ert í Þýskalandi eða hér að helsti kaupandi leikhúsmiði í Íslandi eru konur yfir miðjan aldur og ég held að leikhúsin eru alltaf að reyna að finna leiðir til að víkka þennan hóp Án þess að missa hann því að þetta er náttúrulega fólki sem heldur upp í menningunni Já, ég meina þú veist En þetta var ekki ásökun því sem listamann þetta er bara raunveruleikin að því að tala listform sem er niðurgreitt af skattfé og niðurstaðan er oft svo að þetta er fólk á miðjum aldri millistétta fólk sem að enda þú veist vonandi ennþá í Íslandi og vonandi þú veist millistéttin og það er kannski helsti afrakstur uppbyggingarinnar sem kannski nær alveg aftur til seinni heimsstyrjaldar að millistéttin er ennþá stærsta stétt landsins og hún er stærri en bæði fátækrastéttir og hún er stærri heldur en auðstéttin sko. Og það fjölgar í lágstéttinni á Íslandi Já, hún gerir það og hreinlega sökum þessara misskiptingar og en hvað er svona kraftur til hugmyndafræðilega breytinga hefur í sögulegu samhengi yfir að komið úr þessari millistétt og ég man nú reyndar eftir þér að segja fyrir margt löngu að millistéttin tapaði hvað maður að segja svona legitimacy þegar að hún hætti að berjast fyrir lágstéttirnar og fór að berjast fyrir sjálfan sig og ef maður skoðar hagtölur þá hefur millistéttin í rauninni innkomu stað í 40 ára, það er svona skýrar þetta með Bandaríkjaöldrun á Íslandi en sem þýðir það hefur þrengst að og ég meina þegar þrengist að þá fer hver að berjast fyrir sjálfan sig og það er kannski svona þá bara fer siðferðið til fjandans. Þetta var svona, ég var eiginlega stilla millistéttinu upp eins og svona harmsögu persónu að sömu leyti sem er þannig að hún getur bætt hag sinn ef hún hefur fókus á lágstéttinni og lyftir henni. Og því að þegar hún lyftir lágstéttinni þá mun hún lyftast sjálf. En leið hún setur fókusin á sjálfa sig að þá dunkar lágstéttin sem að mun draga hana aftur niður og það sé eiginlega harmur millistéttarinnar síðustu 40 árin. Og er það ekki líka bara eins og harmur einstaklingsins sko? Sem er náttúrulega engin harmur því að þú ert náttúrulega verður stekkað miklu meira ef þú ert að hugsa einhvern annað raskat á sjálfur. Ég er að segja, er það ekki harmur? Það er eina blekkingum nýfrjálshyggjunnar að við verðum stærri manneskjur með að hugsa bara eigin hagsmuni. Já, en við verðum líka bara stærri manneskjur með því að hugsa sjálfan sig og að takast á við djöfla sína og myrkur og það er alveg að sama með samfélagsmyndina. Mér og ég var mikið að hugsa þetta eins og í kringum norrænu goðafræðina og skoða Jung sem var aftur og aftur að tala í rauninni að samfélagslega katastrófan og einstaklingsbundna katastrófan er svo sama trajektoríið í bæði leiðinni inn í harmleikinn og leiðinni í einhverju upprisu er í rauninni sama hvort þú ert með einstakling eða samfélag og það eru þegar þú ert að takast á við erfiðleika að
það sem að og sálfræðin að komast meira með svona frá sko hugrænni atferlismeðferð sem svona kapitalíska útgáfan svona að þú bara stýra hugsunum þínum og þá lagast allt sko. Svona secret, ef þú ert ekki ríkur þá er bara ekki viljaði nógu mikið. Nei, já, þú ert bara að viljaði meira. Já, en menn er svona nálgast að ég upplifa mörgu leiti meira og meira svona jungiska hugmyndi sem er í rauninni að sko það sem að hjálpar þér mest upp úr sálardölum er sko passion, er hugmyndafræði, er kærleikur, er tilgangur og ég held að þarna kemur kannski svolítið að kjarnanum að þú hefur verið í þessu samtali mikið að tala og það er svo óskýrt, þú sko skiptir á milli að tala auðvaldið eins og þetta sé ykkur svona abstrakt óvinnur sem við erum að berjast en tala raun að sko væru kærð sko samfélag sem sé hið raunverulega vandamál. Já, ég tala ekki auðvaldið sem, ég er ekki Sigurður Ingi sem að segja þetta sé í DNA-inu eitthvað slags. Auðvaldið er raunverulegt afl. Það bara vill svo til að peningum fylgir ótrúlega mikið afl og þú veist alveg. Það bara, við getum sett bara svona ríkan mann inn í einhvern hóp og þú sérð bara hvernig fólk kalla sér að honum. Þetta er raunverulegt vald og þú ert komið með svo mikið vald að þú ert byrjað að drottna yfir byggðarlögum og öðru slíku, hefur eiginlega vald samfélagsins í höndunum á þér, getur flutt kvótann og eitthvað svona og þú ert komin frá hættur að vera sko höfðingi meðal manna eins og verið kannski sagt í gamla daga þar sem að þú varst kannski að reka fiskvinnsluna og togaran en varst háður samfélaginu vegna þess að það var tengt í að þeir hafa búið að slíta hagsmuni þína frá samfélaginu og getur bara farið með þetta hvert sem er og ert byrjað að lifa í einhverjum algjörlega sérstökum veröld að taka ákvarðanum líf fólks á þess að nokkuð tíma þurfa að horfast í augu við það og búin að einangra þig þá ertu komið með eitthvað svona mikið eyðileggingar afla því að það er ekki lengur í svona mannlegum skala og ef þú setur þetta vald síðan yfir sko ríkisvaldið sem að stýrir sko samfélaginu okkar þá getur lendi í sko bara þá getur samfélagið okkar sem að við vorum kannski sko áratugi og aldir að byggja upp þá getur það bara brunnið fyrir framan okkur þetta er raunverulegt vald. Ég meina þetta kemur bara þá kemur að hinnu og þess að nefndi ég þannig counterculture og eitthvað fleira hvort að listamennir hefðu áður kannski foreldrar þínir sem að tóku þátt í alþýðuleikhúsinu gátu búið sér til eitthvað svona vettvanga því það var bara samfélagslega viðurkennt að það væri er eitthvað samfélag sem við viljum ekki tilheyra en við ætlum að búa okkur til annað samfélag. Þetta, ég held að þetta skiptir máli og við ætlum að hugsa þetta í dag að ef við ætlum að lifa af að þá verðum við að búa til eitthvað svona vettvang sem er fyrir utan þetta. Við getum ekki farið inn í kapitalismann og breytt öllu og ég held að þetta sé ekkert svo róttæk hugmynd. Ég vísa í það að 1916 þegar Alþýðusambandið var stofnað að þá sagði fólki, fátækasta fólki, hafði ekki verkfallsrétt ennþá, var bara að berjast bjó í einhverju sko okurleigu í einhverjum hreysum í Reykjavík og hafði enga rétt og mátti reka það bara hvenær sem er og það hafði ekkert að það byggði upp verkalýðsfélög sem bjó svo til Alþýðusambandið og það stofnaði stjórnmálaflokka á sama degi sem er Alþýðuflokkurinn. Það var komið með Alþýðublaðið af því að við verðum að hafa okkar eigin umræðu og okkar eigin vettvangi af því við getum ekki háðað inni á vettvangi borgaristéttarinnar. Við verðum að byggja alþýðuhús þar sem að við getum komið fram og þetta er okkar vettvangur til þess að skiptast á skoðunum og byggja upp okkar eigin list og öðru slíku og sósíalrealismin byggist náttúrulega upp úr því að það bara verið að búa til list þar sem að alþýðufólk er sko saga alþýðufólks þar sem við erum ekki sko þjónnin í sögu hinna þannig að þetta eru oft verið gert ef við ætlum ekki að láta þá sem að eiga og ráða eins og sagt er það sem að fara með auðvaldi sem er gríðarlegt afl í samfélaginu að þá verðum við að byggja þetta upp. Þannig að í raunin myndir segja lausnin sem sagt sé í rauninni að vakna upp að værukæra við hættum að fljóta svoandi feiðarósi að ég held að Annlísan hún stemmi ég meina við þú veist að í gegnum 70 ára fríðartíma hefur samkurl sérhagsmuna og ríkisvalds og kannski síðan líka ákveðin múrborg utan ríkisvaldið leitt af sér í rauninni mikið af pólisím sem að eru í rauninni til þess einar að grafa undan þessu trausti og samhliða því verður náttúrulega þessi til þetta neytendasamfélag og neyslusamfélag sem að bæði veist
því ég alveg upp einn sími og sé koma einhvern tímann 1 tölva. Í dag eru jafnmargir símar þar hefur og þannig að því að menn tóku eftir þetta með því að minnka eininguna þá getur þú selt fleiri hluti þú selur fleiri hluti ef einingarnir ekki margar á fjölskyldur eins margar á einstaklingarnir eru. Skapar þar að leiti líka sko, efnahagslegar aðstæður til þú þurfur að hafa meira fyrir því að standa undir þessari neyslu, minni þar að leiti frítíma, minni tíma til að sinna einhvers konar hugmyndastarfi, hugsunarstarfi, samfélagsstarfi og í rauninni fylla síðan þetta allt saman af afþreyingu til að ef þú átt fría stund þá ertu bara að reyna að hvíla þig frá amstrinu til að standa undir því að komast að allir þessi afþreyingu. Og það er minnst þetta vera sem við mættum ræða meira hvað gerum við tímann sem við erum að vinna í einhverju sturluðum heimi og svo ferð þú í jóga eða ég hleypi upp á Esjuna eða eitthvað sliðis og maður myndi halda að þetta er það sem við erum að rækta okkur sjálf en kannski erum við komin í svo sturlaða veröld að við förum og gerum þetta til þess að geta lifað af sturlaða heiminn þannig að við erum bara við erum að slaka á til þess að geta haldið vitleysunni áfram en það átti ekki að vera þannig og ég held að það komið tíminn til þess að við ræðum það við ræðum vextinni, við getum ekki staðið undir þessu við skuldum svona mikið og þurfum að borga svona mikla vexti og við verðum að gera eitthvað í því en við verðum kannski líka að gera eitthvað í því að kannski bara búum við í alltaf stóru húsi þannig að við getum alveg sleppt 20 fermetrum og ekki kannski bara ekki betur börnin okkar að þau bara eru saman í herbergi og í koju og ekki bara meira félagslíf og ekki bara betra og þannig að mér finnst allt í lagi að við náum að ræða hvoru tveggja en annað er ekki lausn á hinu ég ætla ekki að segja við fólki sem að kóðna undan vöxtunum að kannski ættu því hjónin kannski ekki eiga 3 bíla og vera að burðast við eiga sumarbústað og þetta auka herbergið og eitthvað fleira. Ég ætla ekki að segja að það sé lausnin. Nei. En það getur verið hluti af henni, Já, við verðum að fara að geta ráðið að tala við hvort tveggja, Já, ég meina, Við getum ekki lifað góðu lífi á forsendum kapitalismans og neyslunnar. Nei, líka bara, þú veist, sagan er svo skemmtilega, hún er svo skemmtilega líka mótsagnakennd, að, þú veist, það hefði verið algjör glæpur þegar að menn áttu þessu á því að þeir gáttu brent kol til að keyra dælur, til að dæla vatni upp úr kolaverksmiðjunum, sem er byrjunin á innbyltingunni. Og síðan finna menn jarðgas og síðan finna menn olíu og þetta er náttúrulega gas, olía og kol eru ótrúlegir orkugjafar af því þetta eru milljón ára sólarljósi samþjappað og þegar við leysum þessu orkulæðingi þá erum við að leysa miða við massa, erum að leysa svo ofboðslega orkulæðingi og þetta er búið að vera auðvitað, kann maður segja svona sá mekanismi sem hefur valdið þessum ofboðslegu tækniframförum, þessum ofboðslegu samfélagsframförum, þannig að það er algjör glæpur að það er bara fyrsti maður og opnað bara, það er olía, þetta er gríðalegt og sé bara að loka aftur og reynda að eyða skýrslinni, Hins vegar kemur einhver tímapunktur þegar við byrjum að átta okkur á því að þetta er alveg, að þetta hefur gríðarlega alvarlegar afleiðingar og þegar við áttum okkur á því og þarna kemur, þetta er svona sögulega, það republikanar og bandaríkjamenn, þessi republikanar og demokratar eru búin að sammælast löggjöf til að berjast gegn CO2 útlósun í Bandaríkjaþingi sem hefði náttúrulega sett bara eitthvað allt annað trajektóri í gang á 7. áratugnum. Síðan kemur Watergate og þá náttúrulega máttu demokratar ekki gera neitt með republikunum og eitt helsta fórnarlamb, þetta er náttúrulega hann er til að refsa Nixon var það ekki bardaginn við CO2 og þar lendi uppbygging annara orkugjafa ekki keyrt af stað á 7. áratugnum, heldur við erum að díla við þetta á öðrum áratug 20. aldarinnar og í millitíðinni erum við í rauninni búin að ganga þannig á resursjarðarinnar reikningurinn er kominn þetta út af fyrir sig er þetta ekkert sérstaklega flókið þú veist, við fórum allt og langt á kreditkortinu sem kemur reikningurinn og við erum að neita borgan við erum að reyna eitthvað svona jáhverju getum við dreift greiðslónum og getum við en flest af plastdóti sem að við getum keypt út í búð fyrir börnin okkar eru búin til olíu og þau eru og aftur þetta verður flókið því að framleiðslan færist til Suðaustur-Asíu
innbyltingin, hvað sé svona sá hluti innbyltingarinnar, versmiðjuvæðingin færist frá gamla kontinentinu og Bandaríkjunum til Suðaustur-Asíu, þar verður hins vegar sko stærsta fátækarminnkun í mannkynssögunni. Það eru 2,5 milljarður sem rís upp úr örfátækt upp í neðri millistétt og millistétt. Stærsta millistétt í heiminum í dag í Kína. Og þau segja bara, við höfum þetta rétt á þessu, þið gerðu þetta hérna á sínum tíma og nú megum við gera þetta. En niðurstaðan að því þessi ofboðslegu ódýri fatnaður, ódýri leikvöng sem allt búið til úr þessari olíu sem þannig hún orðin sko, hún integrerið í allt. Hefðu við átt að segja, við hefðum ekki átt að gera þetta. Þannig þú veist að á ofboðslega skömmum tíma hefur einhvern veginn mamma mín ennþá þannig, hún kaupir sér föt og ennþá í þeim 20 ára seinna og finnst það bara fullkomlega eðlilegt, bara á að nýta hlutina. Þannig ekki eins og þetta sé einhver hugmynd sem sko við þurfum að fara hérna í einhverju aftur á steinöld. Þetta bara, við þurfum bara að tala við mamma og pappa til að komast að því að heimsmynd sem byggir á einhvers konar góðri nýtni hlutana, en hins vegar það alls erfitt þegar flest sem þú kaupir endist ekki lengur en í 3 ára eða 5 ára þá það ónýtt sko. Þannig að þú veist við erum í rauninni sem mörgast sem kerfi sem við komum okkur upp erum með svo grundvallar hönnunargalla og síðan þegar að fara að vinda ofan að því þá ertu ekki bara að vinda ofan af hönnunargallanum, þú ert að vinda ofan af samfélagsmynd sem birtist í gegnum þennan hönnunargalla yfir tíma. Kvótakerfið í sjálfum sér ekki vond hugmynd til að berjast gegn ofveiði í hafinu. En framsalið á sínum tíma skapar, og þannig að það dælir mörg 100 milljörðum inn í íslenska hagkerfið, þannig að það hefur líka mikil sko. Það var náttúrulega peningandi fóru til farra og það ég er að segja það og síðan almenningur spurður að þá segir hann bara að kvótakerfi leiði til auðsölunar farra, kvótakerfi leiði til spillingar. Almenningur sér þetta, hann lifir í þessu kerfi. Sem þýðir, þú veist að það kerfið í sjálfum sér ekki slæmt, en hönnunargallarnir í því, en síðan til að vinda ofan á hönnunargallanum þegar hann er búin að vera til staðar í 40 ár, er óbúslega erfitt. Ég skal taka annað dæmi. Þú ferð í búð og það eru 2 súkkulaðistykki, hlið við hlið. Og annað eitthvað svona, eitthvað framleitt í einhverju verksmiðju, eitthvað svona Hershey's eða eitthvað Nestle eitthvað. Kostar, og reyndar á Íslandi kostar það alveg 250 kall eða eitthvað. Sem við hliðina á eitthvað svona bíósúkkulaði. Og þau eru jafn stór, annað kostar 200 kall og hitt kostar 1200 kall. Og maður velti fyrir sér, hver munurinn hérna? Jú, í hérna bíósúkkulaðinu, þar erndað af trjánum einu svona ári og þess að milli jörðinni gefið tækifæri á að safna sér næringarefnum til þess að næsta uppskera geti átt sér stað. Hinum megin bara dælt ábyrgð og það náð 3 ári. Fólki sem týnir það greitt mannsæmandi laun, það einhvers konar infrastruktúr í kringum það. Flutningurinn á því ekki hérna, hann kolefnisjafnaður ef hann á sér stað yfir höfuð eða náttúrulega mikið í svona lokal. Hérna, þannig að í rauninni sko staðreyndin sú súkkulaði framleitt á sustainable hátt kostar 1200 kall. En niður búin að vera með kerfi núna að lágmarki 40 ára, getur alltaf, það er erfitt að segja nákvæmlega hversu lengi, það sem það kostar 200 kall. Það alveg hagkerfið okkar og butta fjölskyldunar byggir á sem 200 kalli. En það kostar samt 1200 kall ef þetta á að vera sustainable fyrir samfélagið og ekki sími fyrir planetuna. Og þessi hérna ósýnileg reikningur bara búin að vera safnast upp og núna komið á skuldadögunum. Nefnir þá ekkert skrítið að við sem erum alltaf alin uppi en hvað ég hætta að borða súkkulaði en akkur kostar ekki ég get ekki keypt súkkulaði það kostar 1200 kall og þá getur þú sagt, ég meina þá á maður kannski ekki að borða súkkulaði í öll mál þá á maður kannski borða það bara á laugardögum og þá bara 2 mola en þú veist, leið og fær þetta yfir á mjólk eða kjötvöru eða grænmeti þá þetta orðið náttúrulega existential spurningar. Og þetta þú veist, en við rauninni hönnunargalli í kjarnan, það sem er kallað externalities, það sem að hinn faldi kostnaður raunfalinn, úr þessu verður til alveg gríðarlegur iðnaður sem ekki sustainable. Og hann getur ekki staðið undir sér og annarkvort gefur sér þá plánutan eða við. Og reikningur hlæst upp. En þeir sem myndu andmæla þessu, að uppáhaldsfrasi þeirra í pólitíkinni að það sé ekki til sem heitir ókeypis hádegisverður.
Já, ég meina, þú veist, núna stöndum við frammi fyrir... Og þá vilja vera að beina umræðinu það hvort að vera, bara ókeypis hátíðisverður fyrir börn í grunnskólum. Það sé ykkur leyndur kostnaður og við að horfa augu á þann reikning. En vilja ekkert að tala hennar reikning sem þú ert að tala sem bara eitthvað svona risa reikningur sem að geti fallið á jörðina. En þú veist, en að því þetta búið að vera í gangi svo lengi, þá verður þetta strax, sanngirnisspurning. Því að, þú veist, út af fyrir sig, kapitalismin ef maður lítur ekki á hann sem trúarbrögð eða sérhagsmunagæslu, heldur lítur á hann sem bara tengingu milli framleiðslu og eftirspurnar. Og segir bara, þú veist... Hann er það ekki. Nei, viljum vera klára. Það er markaður. Þú getur notað markað í slíku. En kapitalismin er það sem auðvaldi stjórnar. Þjóðskipulag það sem auðurinn ræður. Já, við getum haft mismunandi skilning ákveðnum orðum. Það sem ég á við er að þegar þú ert búin að vera með kerfi sem felur fullt af kostnaði og síðan allt í einu er ekki lengur hægt að fela hann og hann þarf að fara að raungerast en þú ert búin að byggja alla samfélagsmyndina á þessu þá væri þetta náttúrulega orðið sanngirnismál. Því að þú getur ekkert bara sagt að því að þið segja inn í mekanisma markaðarins gætur henni bara sagt, við ætlum bara að taka allt externalities og bara inklúdera það í verðinu. En þá myndi þeir sem eru veststattir verða fyrir versta skellinum að því allt í hennu myndi innkaupakarfan meiri sér sem eru okkur á Íslandi þrefaldast. Allt í hennu kostar það bara mjólk 750 krónur og það er kannski ekki stertinn í MS en raunkostnaður framleiðslunar myndi endurspeglast í verðinu. Planteigandinn í Suðurríkjum Bandaríkjanna hann stóð frammi fyrir þessu sama og sagði við þig hvað ætlastu til að ég tíni bómullin sjálfur eða hvað og ef ég ræð fólk til að gera það hvað þetta er á kosti, ég fer bara á hausinn. Þannig við verðum að viðhalda þrælahaldi. Já, ef maður væri mjög, ef maður hefði mikið áhuga á Íraníu, ég myndir að segja að þeir komast náttúrulega bara að því að það er ódýrara að láta vinnuaflið búa í eigin íbúð og kaupa sína eigin vinnugalla. Það tók þá tíma, en þeir neituðu að svara því og þeir náttúrulega afnámu ekki þrælahaldið, þeir bara... Nei, en þú veist, ég meina... Svo sama á Íslandi, að Íslendingar afnámu þrælahaldið eða letu bara falla inn í vinnuhjúa system. Já, þú veist, ég meina... En þetta er svona dæmi þar sem að það er ykkur kostnaður sem að... Já, ég meina, þú veist, skilur, það er augljóst að kerfið er vitlaust hannað. Já, bómull er ódýr því að við borgum ekki fyrir vinnuaflið. Já, hvorki fyrir vinnuaflið, né fyrir bara jörðina sem að þú veist þú sprettur upp úr, né fyrir áburðin, né fyrir skortireitri, né fyrir. Og ef við ætlum að búa áfram á þessari plánetu, þá mun þetta þurfa að breytast. En það er spurning að því að það er búið að skapa í rauninni falskt hagkerfi, hvar á að byrja leiðréttinguna. Og það er alveg áhugavert að þú hugsar þetta í kvótakerfinu. Þú veist, þetta væri bara að segja, þetta verður bara aftur þjóðvætt, þetta verður bara dreift út á hverju ári. En fjárhagslegi skellurinn að því að þú veist, með öllum innri tengingunum, þú veist, og hverjir eru veðsettir hvar og hvað horfið þá fram á annar hrun. Að því að þú veist, þannig að það yrði að þá þarf að mæta eignaréttinum sem er náttúrulega var hann í stjórnarskrá, það þarf að mæta honum einhvern veginn, að því þessi eignaréttur þótt hann hafi verið ósanngjarn til að byrja með, þá er hann raunverulegur og þú veist, og þá, þú veist, þannig að þú stendur frammi fyrir í kvótakerfinu í míkrómynd, hitt er miklu stærri mynd, hvernig á að byrja kann maður að segja, einhvers konar réttlæti inn í þessu kerfi, Þú nefndir það hérna fyrir í samtalinu og vitnaðir í Martin Luther King og Gandhi. Já. Að við gerum það að við verðum að hætta að hlusta á erfiðleikana með að breyta og hlusta á réttlætiskröfunar að breyta og treysta því og fylgja því. En segjum sem svo. Við ekki hlusta á lögfræðinga allir endalaust að segja það að þetta verði svo mikil óvissa eignarétt og bla bla bla. Við erum búin í lýðræðisríki og kvótakerfið sem að heldur utan mikilvægasta atvinnuvegin hérna. Það verður að vera í takt við réttlætis og siðferðis hugmyndir alls almennings. Algjörlega, en hins vegar er bara að leiðin til þess að réttlætis er gríðarlega flókin að því að við búum við ég meina, þú þyrftir bara að byrja þarna á
stjórnarbundum réttindum til eignarhalds sem að hins vegar eitthvað sem mætti alveg það alveg áhvert að taka þá umræðu hvort að við erum búin að ganga langt í því að verja eignarréttin umfram allan annan rétt sko. en að vinda ofan af kerfi sem hannað með óréttlæti eða með í rauninni fölskum botni það miklu auðveldar að gera það árið 2 heldur en árið 40. Herðu, við máum tala svo mikið samfélagið og heiminn og allt þetta og svolítið listina. Já. Svo við trúum því að listin geti breytt heiminum. Já, ég held að ef ég hefði ekki, ég efast mjög oft það, en ég held að ef einhvers staðar innst innra með mér ég tryði því ekki, þá gæti ég ekki unnið við þetta. Og kannski því ég var yngri hélt ég þetta kannski eins og þegar að Wagner var ungur og hann ætlaði bara að flytja hringinn einu sinni og að brenna það og brenna húsið og heimurinn myndi bara bregðast við og fara í bylting og séð eina sýningu og þetta bara bylting. Ég held að sé ekki þannig sko. Þótt mér hefði langað að trúa því að það væri breytingin. Hins vegar held ég að sá vettvangur sem ég starfa á en ég kannski listir almennt þetta vettvangur mennskunar, þetta vettvangur þar sem að þú sérð inn í heim annara, þar sem þú sérð þú færð innsýn inn í líf sem ekki þitt eigið, reynslu sem ekki þín eigin og það getur skapað skilning og empatíu gagnvart stöðu annara og þetta er fáum stöðunum þar sem að við slökkvum á símanum þar sem þú og sérstaklega kannski góðlist finnst mér það sem að ég upplifi sem ég sko þáttakandi að ég er ekki neitandi ég þarf að leggja mitt að mörkum og þú situr í leikhúsinu sko leikhús eru svo áhugaverðar byggingar þetta held ég einu byggingar sem eru sko byggðar til að skilgreina tómarúm þess að þú kemur að vera að vinna í leikhús kemur inn baka til, þú villist alltaf fyrst það eiginlega ekki hægt að skilja hvernig þú kemst á einu af því alla leiðir þurfa að ná utanum það opaslega mikið af funksjón en utanum tómarúm og þetta tómarúm í rauninni staður semst annars vegar metafórunar þar sem að einn hópur samfélagsins setur á sig grímur, stígur á svið og segir sögur metafórur til þess að því við búum yfir þeim mögnuði superkrafti að geta upplifa fleiri en einn veruleik á sama tíma. Ég veit að ég heiti Ethel Þorleifur, ég veit að stæði sviðin og stendur leikari F. Ypsilon og stendur bara leikskránni hvað hann heitir eða hún og en engu að síður ég dregin með borð og inn og ég upplifi það sem tilfinningalega raunveruleika meðan á því stendur. En sem komið má ég ekki verið í símanum á meðan ég er að horfa á þig? Nei. En það mun breytast? Ég held ekki sko. Ekki? Það er bara... Það var nú einu sinni voru bara ekki bekkir á gólfinu og þar var fólk bara hafði hátt. Já, með þessi Shakespeare stóð þú varst þú þurftir að segja helviti góða sögu til þess að fá bara athygli í salari sko. Já, þú varst að berjast við bjórkaupmanninn og prestinn í horninu sko. Það er bara svona svo markastorg sko. En ég upplifi einhvað síður sko, þegar þú situr sín í sal og ljósin fara niður að það á sér stað sko, þegar leikhúsformið á sér ekki stað nema ég viðvist áhorfanda. Það er svo áhugaverð sko æfingar þegar enginn er í rýminu. Það er aldrei list. Það verður ekki list fyrr en að annað fólk kemur á vitnisburðurinn á sér stað. Þetta er frasi sem ég segi alltaf hérna þakka gestum mínum kærlega fyrir og Laufey sem er að taka upp þetta viðtal og ykkur sem er að hlusta sem að breyti þessi samtali okkar í fjölmiðlum. Já. Þetta er sama svona. Nei, ég held að þú veist, það er ákveðið ritúal sem á sér stað og ég held að kannski meiri þörf á þannig stöðum núna en nokkuð tíma fyrr því að þú veist, það má nú gagnrýna margt með Vladimir Putin en það sem að hann bendi á og hann alltaf notar aðalega í einhverju svona í tilgangi til að brjóta ýta undir óværð í vestrinu en hann gæti ekki gert það eða það væri ekki einhvers konar rætur til staðar og hann sagði bara mjög einfaldlega, hann sagði þið bara yfirgáfuð þjóðhugmyndina og þið yfirgáfuð trúarhugmyndina þannig að það ekkert lengur sem heldur ykkur saman
og nema þá kannski einhver hugmyndum eitthvað lýðræði og þess vegna heggur hann framfara trú kapitalismans og fleira. Já, en þú veist, einhvers konar en það er mjög erfitt sko, þú veist, það að hafa skipt út trúarbrögðum fyrir kapitalisma er óbúslega erfitt því að við vitum innst inn að þetta er bara einhvers konar verkfæri og það er óbúslega erfitt þú er búin að ákveða hamariðin sé. En það getur líka verið, sko, mammon er náttúrulega bara þekkt fyrirbrigði og þetta er þekkt fyrirbrigði að ef þú... Já, hann er þekkt fyrirbrigði sem... Ef þú lætur, sko, efnisíkjuna og gróðan og gerir, þú veist, það sem á að vera aðal drifkrafturinn, gerir það að eiginlega gildunum okkar. Það er sömuleyti við lifum við í samfélagi sem að trúi því að sérhagsmun, að ég hugsi bara sjálfa mig og mína eigin hagsmuni, að það muni búa til gott samfélag á milli okkar. Þetta er náttúrulega svolítið umpólun á svona manngildishugmyndum að við höfum að eiginlega keyra á. Ég meina Grikkir voru alltaf með þú var pólitík og síðan kemur sama fólkið og fór inn í þessi amfiteater og í rauninni var dagspólitíkin tekin upp í formi sagna að nýju að því að hinn pólitíski prósess var ekki búinn fyrir að hafa búið að fara gegnum bæði sko hugan og andan og auðvitað er þetta eitthvað sem að er ansi fjarr okkur í dag að inn í svona gaggerri efnishyggju að andinn skipti máli og hún sé nauðsynleg og einhvern veginn, þú veist, við skynjum það öll og skiljum það öll á hennu persónulega leveli en það er rosa lítið pláss fyrir því á samfélagslevelinu. Ég held að þú færi bara í mannkynssögu, þá var eiginlega engin kafli í mannkynssögu þar sem því var trúað að með því að sækjast eftir efnahagslegum gæðum að þá yrðu við sko andlega sterk sko, ég held að það sé bara þetta er svona delluhugmynd sem að við því miður við lifum í samfélagi sem við trúir þessu. Já, en það er spurning, skilur, þú veist, ég meina, mun hnignun halda áfram eða kemur hún einhvers konar counterculture, einhvers konar viðmó, einhvers konar viðspyrna og þar alveg einhvers konar endurnýjunar kraftur. Og maður hafði ákveðnar vonir á sín tíma við hvað hétt þetta þau upp í stóð? Í Laugardalshöllinni? Já, þú veist, það byrjaði þar og síðan eru þessi kosningar og allt í hennu bara voru beinar kosningar og þjóðin átti að skrifa sér nýja stjórnarskrá og ég meina móðir mín satt í þessu og það var magnað, ég man hvað ég fylltist mikil von að hlusta þessu umræður því þarna voru samt sko, þarna voru þú veist, fyrrverandi formaður bændafélagsins, þarna voru harðir hægri menn og harðir vinstri menn og fólk úr verkalýðshreyfingunni en þau komu ljós að þau gátu talað saman og komist að einhverju niðurstöðu og síðan er það sko valdastjéttin sem heldur sem frá. Það er auðvaldið sko sem að við búum í allræðu auðvaldsins og þau eru bara engan á þessar nýja stjórnarskrá og þess vegna eru við ekki með nýja stjórnarskrá. Já, og þetta er náttúrulega, þú veist, út af fyrir sig einhver sko svona magnaðasta endurnýjuna tilraun og sem segir svo mikið að þeir ekki hleypt í gegn og að láta þess að það hafi ekki gerst en það gerðist og ég held að þótt að þeirra einhvern veginn pólitíkin virðist halda þetta skipti engu máli ég held að þetta hafi verið eitthvað svona harðasta högg gagnvart hugmyndin að við gætum breytt ykkur að eftir hrunið kemur allt inn einhver svona kraftur og ekki síst að þegar breiðfylking samfélagsins settist niður og þarna voru allir hagsmunahóparnir en þá gátur talað saman og komist að niðurstöðu þegar það lá svo fyrir hvað þurfti að gera og það er síðan bara, þú veist, þetta var þetta síðan svo sérfræðingaveldi sem manneskjur sko, og byggðu þetta til svo komið út í daginn svo við vitnum nú í Tristan að þá allt í því var þetta ekki raunveruleiki og það sem að lærdómur það er náttúrulega við lifum í samfélagi þar sem að sko, þetta er ekki samkeppni um bestu hugmyndina þetta er ekki samkeppni um það sem að flestir vilja heldur er þetta samkeppni um það þeir sem að fara með völdin hvað þeir vilja og það er náttúrulega eitthvað sem við erum að gera í. Herðu, ég lofaði ekki að halda þér á lengja því þú er svo upptekið maður. Þú er bara að koma aftur hérna. Þetta er náttúrulega svo gaman þegar þetta samtali er miklu betra núna en fyrir klukkutíma. Af því að, þú veist, eins og fyrir maður safnar í sarpinn, þú veist, og hérna, það sem er gaman, það er að takast á, þú veist, ég upplifa svo, við erum mörguleiti ósammála. En það er hægt að takast á það og án þess að mér líki illa við þig eða þér líki illa við mig. Það nú að vera hugmyndin þessu.
veit ég ekki hversu vikið við rósum, við alltaf komum úr sikur áttinni og sömuleitt þetta ég meina líka bara góð samfélagsmynd hlýtur að koma saman af því að fólk með mismundi skoðanir getur átt samskipti. Hvernig heimurinn heldur væri ef allir væri bara eins og þú? Við minn almáttur. Þú myndir ekki vilja lifa í honum? Nei, ég myndi ekki vilja lifa í. Herðu, þú verður bara að koma aftur, Þórður. Já, mikið þetta gaman. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Herðu, og við setjum hlé núna á samtal mitt við Þorleif Örn Arnarsson. Ég þakka eins og við varum reynda búin að gera Laufi fyrir að taka þetta upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Hvet ykkur til þess að hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna. Þið getið gert það með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna. Þið getið líka gert það með að gerast áskrifundur. Það alltaf fleiri og fleiri sem gera það á hverjum degi. Fara inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift og þið getið fyllt út þar og tekið þátt í því að byggja upp þennan umræðu vettvang og vonandi fjölmiðil. En takk fyrir í bili og góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.